Hvað ert þú annars að gera? Ég bara skoðaði aðeins Instagramið Já. Og ég hugsa bara með mér að þessi maður, hann er ekki heima neins staðar. Hann bara að fara út allt, hann einhverjum jöklum líku, fjöllum. Já. Hvað ert að gera? Ég að gera þetta, en í rauninni hvernig þetta kannski titla hvað ég geri bara content creator. Það það sem tekjunum mín að koma inn mesta tekjunar. En þú veist, ég rauninni þegar ég upp á jökli og gera alltaf hluti, þá ég líka að vinna, en það svona, I do it for a living og líka for fun. Þannig að þú veist, ég svona sér í outdoor adventure, photography, videography og já, þannig að það sem hún sér á Instagram mínu svona svolítið lífið mitt, en það sem hún sér ekki ég að þræla inn heima á mér eitthvað vídeo sveittur í nærbuksunum, sem hinliðin á þessu, sem minna glamúr mynd, þannig ég ekki mikið að deila henni, Nei, fólk heldur átt að það sér eitthvað svona, bara eitthvað, herðu, Alex lifir bara eitthvað svona drauma lífi og bara þetta bara ég elska að gaman að fólk á þetta perception af hann, Já, en eins og segja, það er svo mikil vinna sem fylgir þessu. Bro, ég er búin að eyða síðustu 4 árum í að verða góður í þessu, elska og við passum fyrir þessu og þú veist, fólk sér bara the end product, það sér ekki leiðin á Allt grændið. Ég alveg bara fyrst ég að byrja var ég svo ógeðslega með mikinn eldmóð fyrir þessu og ég var bara heima hjá mér eitthvað að læra After Effects og horfa á tutorials á YouTube bara hvernig get ég gert þetta og filmmaking tutorials og ég bara svona var bara heima að vaka á nóttinni og bara gat ekki hætt, ég fekk þrá ekki fyrir þessu og svo bara byrjaði ég að vinna við þetta bara einhvern veginn ósálagt út frá því og já, það tók bara óvænt að stefna einhvern veginn. En hvaðan kom þessi áhugi fyrir þessu? Content creation? Já. Ok, ég er svo ánægður að koma hingað út því að þú veist, ég hef verið film nerd, bara ekkert nerd kannski ekki, en ég bara Movie buff. Já, ég er búin að elska bíómyndir frá þau gauti, ég veit ekki hvort að pabbi minn var influencer og svona, ítti mér á það eitthvað, en ég bara hef elskað bíómyndir, þú veist, alla DFD-diskanir, þú veist, the making of, horfði ég meira á heldur bíómyndarna stundum, út því það var bara svona fascination for the craft, þannig að þú veist, en filmbransin þetta heima ekki eitthvað mest sjarmerandi hlutur en að detta úti, þú ert basically að fara að gera hluti pro bono og svo kannski fara að greitt einhverjum verkefnum og ég þekki ekki mikið með það, ég hef aldrei farið út í það var ekki fyrir en social media kom á, þú veist, sviðið að ég einhvern veginn bara svona, hey, ok, hérna eitthvað svona annað plattform til þess að búa til eitthvað sem ekki eitthvað, þú veist, hvað súrt dæmi þarna, eins og búa til bíómyndir á Íslandi getur verið fyrir mjög marga, þú veist, ég held að það sér bara að berjast og koma stað og vinna frýtt og allt þetta, en alltaf ef þú talent þá gerur ekki hluti, en ég einhvern veginn bara horfði á þetta bara, það verður erfitt að earn a living this way, fattur mig, þannig þegar social media kom, þá var ég bara, ok, herri, hérna tækifæri og ég var ákveðin krossgötun í lífinu mínu þegar ég þegar kærastinn mín á þeim tíma sýndi mig vídeo að einhverju stelpu að taka GoPro-vídeó af sér á svona ziplæna í gegnum einhvern frumskóg og það eitthvað paid ad by hotel þetta, ég bara bíddu hvað að gerast þetta? Er þetta fá tekjur? Já, hérna þessi gæla sem að taka upp að get basic GoPro-vídeó og að fá greitt fyrir það frá einhverju hóteli og hún having a blast að ziplæna í gegnum frumskóg ég þarf að kynna mér þetta Og sástu bara þetta fyrir hillingum? Já, ég hugsaði bara, ok, hvernig er þetta hægt? Hvernig kemst ég frá héðan þangað, skilur? Og og ég hugsaði bara, herðu, ég hef alltaf verið ógeðslega kreatífur strákur og verið drullu, allt sem ég gerir sem er svona, ok, það ekki til að hrósa sjálfur mig mikið en allt sem kemur á svona creative arts hef ég alltaf verið drullu segur en allir hinn, skilur. Það bara hefur þér eðlislegt? Já, ótrúlega mikið, ég hef alltaf haft einhvern veginn touch á þetta, finnst mér allavega. Fyrir ekki, er það þá meira svona visual based, eins og ljósmyndun og kvikmyndtaka, frekar en kannski að skrifa texta eða bæði? Góð spurning maður. Já, þú veist, ég er ennþá að reyna að finna nýsið mitt í þessu öllu saman, skilur. Þú veist, þetta er svo ógeðslega vítt svið að detta inn á, screenwriting, cinematography og bara directing, skilur. Þetta er eitt hlutur, en svo ógeðslega mikið hlutur fyrir inn í það. En hvað tengdi ég mest við? Já, ég veit ekki, ég hef alltaf verið misgóður öllu og missterkur á missuðum, en alltaf verið segur á flestum, þetta fattar mig. Ég held að ef ég myndi virkilega detti að skrifa og geti orðið ógeðslega góður, bara til að það snýst að vera kreatífur, original ideas. Þannig að þú veist, já, ég hef alltaf verið bara þannig, ég hef alltaf verið með bara svona öðruvísu hugmyndir, skrýtnar hugmyndir og ekki hefðbundi, alltaf verið svona, já, það er svona
hvernig ég svona lít á mína styrkleika gagnvart til að vera artist, sko. En eins og að ferðast, hefur það alltaf verið stór partur af þínu lífi? Góð spurning maður. Í rauninni, sko, þú veist, já, það hefur verið það. Pabbi minn ferðast með mig frá því á Líll Gutti. Þau skildu sérst þegar ég var 5 og eftir það, hvert einasta sumar þá var hann bara, já, svona sæll, ég ætla bara að ferðast með einhvers þar til ógeðslega exotic landa, veist, hvert einasta sumar. Já, en ég kunni ekkert að meta þá, ég var bara, pabbi, til Egyptalands aftur, eitthvað hérna, þú veist, geðveikt stef og ég óskaði svo mikið ég hafði maturity og þroskan á þeim tíma til að fucking appreciate it, sko, eða bara verið að byrja að mynda þá, ég byrjaði ekki að detta út í hennar bransa fyrir 25-4, skilu. Hvað ertu gaman? Ég er 30. Já, ok. Nýorðin 30 ára, ekki minna maður. Finnst þú of gaman? Já, bro, það fucking sökkar því. Þú sérðu mig, ég er í gulri peysu, sko, ég er í afnitun, sko. En hvað er að þið vera 30 í gulri peysu? Já, ég er bara, ég algjör krakki eitt hart, þú sér það bara, lífið mitt snýst að stökkva klettum og taka myndir og hlaupa með vinum mínum einhvers staðar að leika, skilur þú veist, ég er klárlega, þú veist, ekki byggður til að fara í gegnum það sem þú veist, hefðbundin 30 maður í íslenska samfélagi á að vera að gera, skilur, börn, hús og þetta dæmi, skilur. En sjáðu samt eins og við höfum að tala aðeins rétt á hann byrjum að taka upp, eins og Tony Hawk. Já. Hann er þá að skeita. Já. Ég held að hann sé 50. Já. Tony Hawk, skilur. Já, en skilur hvað við? Takk fyrir samverðin, hann er legend. Ég er rétt sem búin að búa til nokkuð vídeo og búið til smá athygli hérna út í heiminum, skilur. Ég kannski ekki segja þessu alveg eins. En skilur hvað við? Það er kannski engar reglur. Þú gerir bara sem gaman að gera. Já, algjörlega. En þú veist, það er bara einhvern veginn svona, það er eitthvað svona in the back of my head, bara svona hræðslu að vera bara sorglega gamall að gera eitthvað svona shit sem er bara, hey bro, just let it go og bara become old, einhvern veginn, þú veist, en þú veist, allir sem segir bara gaur. Það er ekkert eitthvað, þú bara lifir línu eins og vilt og það er bara fallegt og það er enginn að fara að hlæja þér að gera grína þér en eitt þannig, skilju, og ég er bara svona, já, það er rétt, skilju, en þú veist, maður er alltaf svona með þessar hræðslu, daginn er maður bara orðið 45 ára og maður er bara eitthvað, þú veist, gera eitthvað sem er bara svona, gaur, bara let go, eitthvað, skilju. Bara hættu nú að leika og fara og þroskast og fullorðnast. Einmitt, og fara að gera venjulega hluti, Alex, það er komið tíma á það. En trikkið er samt að lifa bara einn daginu. Já, það er líka svolítið það sem ég geri og líka, veist, ef ég pæli í lífinu mínu núna, sko, veist, ég er með brjála frelsi út af því ég er með rosalega góða partner sem ég vinn með, það sem ég fæ rosa mikið frelsi til þess að bara, ok, hvað vil ég gera í dag, hvað vil ég gera á morgun og þetta er eitthvað sem ég hef verið ógeðslega fókust á. Ég er ekki business eða tekju fókust, ég er rosa mikið fókust á bara hvernig er my time spent, skilur við. Já. Ég held að það sé mjög gott markmið, frekar svona hvernig græði ég mest. Nei, algjörlega, og ég hef allt, veist, og ég finn það alveg núna að það er hvernig ég vil lifa lífinu mín. Ég held ef ég virkilega vildi og gæti ég verið búin að græða miklu meiri pening í dag, en ég veit ekki, ég hef alltaf verið ógeðslega centered á bara, ok, veist, að hafa frelsi til að geta að hringja í binna allaveg sem var í það í podcastinu í dag, hringi binna bara, hey, fara morguninn á og stökkva á sig en dóti bara, veist, og hann bara, já, veist, til að hafa þetta frelsi, þetta skipt mér meira máli en að verða, þú veist, eiga mikið peningin á banka eða, þú veist, eiga flott hús eða flottara bíla eða eitthvað, skilju. Ég vil frelsi til að geta bara do whatever, og jú, fjármagn getur gert það eða hún er að einhverju vissu, þú veist, stað, skilju. Það skiptir alltaf einhverju máli. Já, sjálfsögðu. Og hérna, já, þannig að, já, það er svona svolítið my approach, held ég. En mér er svolítið mikil munur á því, eins og þú hugsað með þér, ok, gera bara eitthvað töff, gera eitthvað skemmtilegt, hafa gaman. Og svo kannski fylgir peningum með því, skilur. Já, algjörlega, það er bara það sem er búið að gera, skilur. Ég, þú veist, byrjaði bara að followa eitthvað svona þráhyggju og passion sem ég hafi fyrir því sem ég er að gera. Og án ég vissa var bara komin einhver job offers on the table sem voru að bjóða mig miklu meiri pening en ég hef einhvern tímann fengið áður. Og ég bara what is this? Er ég að fá borga til að fá að hlaupa landið með dróna og svona mikið pening? Hvað er þetta? It's happening. My dream is coming true. Og svo var ég bara, I'm never looking back. Hérna. Ég meina, af hverju ættir að líta tilbaka? Nei, bara algjörlega, sko. Grípa tækifæri? Nei, 100%, og það var þannig. Ég var bara flakkandi milli jobba, skilu, eins og held ég svo margir eru í samfélaginu í dag, bara eru ógeðslega mikið að reyna að finna sig og ég var bara að vinna í einhverjum fatabúðum og ég var dagblæði og ég var að selja, einhver sölumar í einhver fyrirtæki og það var, þú veist, a means to an end, en ég var alveg bara, nei, þetta er ekki málið, skilju, og svo byrjaði ég aðeins að bara fykti svona vídeo og myndbandsgerð og content creation og þá bara, þú veist, og Instagram hjálpaði mér ógeðslega mikið, skilju, hens er það ennþá uppáhalds miðlum í dag og eiginlega bara einu miðl sem ég pæli eitthvað í, skilju, mér finnst gaman að geta setja út efnið mitt þar, hvað sem að sé my commercial work eða bara personal stuff, að hann er ástæðan, Instagram er ástæðan af hverju ég fengi atvinnutækifæri og, veist, einhver veit hver ég er, skilju, og hvað ég er að gera, skilju. Og Instagram mitt er Alex from Iceland. Já, fyrir þá sem ekki vita hver ég er, að þá með ég kíkja á Instagram mitt, Alex from Iceland, mjög gaman, sko. Þetta er flotta myndir og flott vídeo. Takk. Ég var að skóla í gegnum þetta. Takk. Og ég hugsaði með mér bara, vá, þessi gæi
mjög ólíkur mér, hugsaði ég. Samt ekki, maður, það allir bara að reyna að hafa gaman, skilju, þetta bara mín leið að gera, skilju. Algjörlega, en ég bara eins og með binna. Ég því maður, þú með fucking podcast bíómyndir, sko, þú fattar ekki alveg, þú ert living my dream, sko. Þetta önnur hlið, mínu liðir sem þú ert að uppfylling, bara, þú ert að lifa, basically. Ok, við komum að segja því betur eftir, bíómyndir. En eins og því horf á binna til dæmis, og þig, stundum hugsaði með, vá, þetta væri alveg gaman kannski að prófa þetta. Að fara eitthvað út í náttúruna og hoppa út í eitthvað foss og svona. Er þetta good shit? Sko, akkurat núna þá, sérstaklega þessi árið, þá er ég búin að progressa rosa mikið í því extreme sporti sem er svona cliff jumping, sko. Ég hef alltaf verið ógeðslega spennt fyrir því, en ekkert eitthvað, ítt eitthvað rosa mikið á það, en núna sérstaklega síðasta sumar, þá er þetta búið að vera bara, það var eiginlega hvern einasta, hvert einasta mission var klettastöksmission eða einhvers var partur af því, sko. Þetta er best, skilur, þetta er svo mikið rush og málið sérstaklega núna með COVID allt sem er í gangi, þá er maður ógeðslega þungur og það er mikið á, mikið neikvæðum hugsunum í gangi og alls konar, líka bara ég sjálfur, ég er overthinker, vináttur, ástarsambönd, foreldrar, lífið, ég pæl of mikið í hlutunum, þar til að þetta byrja svona að liggja og svolítið þungt á mér. Strax og ég er búin að stökka út í, það hreinsar það. Allt annað verður einhvern veginn relevant í smá tíma, út af því að þú bara fattar að vá hvað ég þarf ekki að spá í þessu, vá hvað þetta er eitthvað, þú bara get ekki lýst einhvern veginn, en bara svona it clears the mind, þar sem þú bara eitthvað, vá hvað lífið er nice, Og það verður allt svo lítið kannski með algjörlega, þetta bara falls down, já, einmitt, þetta verður bara pingu lítið og ég bara svona, þetta hljómar eins og sé svona lúmst extreme, svona adrenaline dopast í hérna, sko, bara I need the rush, eitthvað, en þetta er meira bara svona, þetta er svona þannig, en þetta er svona heilbreytt, skilur, ég er ekki, að sprauta mig, skilur, þetta er svona náttúrulegt, held ég vilja meina. Þetta er eiginlega eðlilegra rush heldur en leiti í eitthvað fíkniefni. Algjörlega, sko, en eins og segja, við erum öll bara að reyna að vera hamingjusöm og gera eitthvað skemmtilegt og ég mínum að þetta er svona heilbreyða leiðin að fá, svona, ég veit ekki, þessa hamingju upp á þessu marki, skilur. Mér finnst nefnilega sorglega sem ég veit það er fólk sem vinnur einhvers staðar og það hata vinnuna sína. Það kannski að vinna hann í 20 ára eða eitthvað, það er lengur. Mér langar svo að taka þetta fólk, hrista og segja, farðu bara að gera eitthvað annað. Já, algjörlega. En það er einhvern veginn, sko, sem fólk bara fellur í þetta út í að, they're brought up that way, skilur þau. En svo líka hræðisla, af því það er algjörlega að hætti vinnunni eða að sækjum þessu vinnu, eða að gera þetta. Þú þarft alltaf eitthvað kjark. Kjark, algjörlega. Og þar kemur baklandið að mínum að skilur, hvernig þú varst alveg upp og hvað umhverfi þú varst exposed to í þínni æsku, skilur. Það er allt bara, það er það sem segir til hvernig karakter þú verður þegar þú ert fullorðinn, skilur. En þá verður ég að spyrja því að þú ert svo mikið svona í náttúrunni og taka upp alls konar vídeo. Værirðu til að gera eitthvað svona hættulegt? Hvað meina hættulegt? Eins og, ertu mikið að taka svona selfies og svona? Nei, ég get ekki sagt það, sko, en ég læt alveg vinið mín að taka myndir af mér stundum ef ég er að gera eitthvað cool shit, skilur. Eða bara, herriðu, þetta er svo flottar að með það, getur þið tekið mynd af hennar, skilur. Að ég ætla að sé fólk kannski klifur eitthvað geðvægt á, taka eitthvað selfie og fólk hefur dáið verið að ná eitthvað perfect mynd. Já, Ég vona þú sett ekki alveg svo langt leittur og verið til að fara eitthvað svoleiðis. Nei, ok, góð spurning, en ég vinn með worst case scenarios, ok, og hvers gets ég að gera eitthvað, það er ég bara, ok, hvað er worst case scenario hérna? Og ef worst case scenario er þú getur dáið þá reyni ég að sleppa ég, skilur. Ok, þú getur það alveg. Já, algjörlega, nei, það er alveg, ég er ótrúlega skynsamur, ég er ekki það mikill fíkill í þetta rush, skilur, þetta er bara svona, þetta er svona næs fyrir mig, að gott að hafa þetta part af lífinu mínu, minnst þetta heilbreytt, skilur, en ég er ekki clinically depressed þar sem ég þarf að vera að djúsa mig hvernig einsta dag, skilur, þetta fattar mig, ég frekar hamingjusamur strákur í höfuð, sko. Og þannig að þú ert ekki að fara í base jump til það? Nei, en sko, hvernig þetta allt saman er að þróast, skilur, og með að við sérstaklega núna hvað, sportið, sérstaklega cliff jumping sportið er búin að progressa hjá mér, fyrst var ég bara í 4 metrum og rétt að taka smá backflip, nú er ég komin upp í 10 metra og þetta er orðið hættulegt, skilur, sum stökkin eru bara, ég geti brotið á mig baki, skilur. Þannig að, og ég byrjar að stökka úr flugvélum, skilur, þetta er alveg progressi ákveðna átt, en Hvað svo stökka úr flugvélum? Já, ég fór til félag minn í LA, þar síðasta sumar, og þar fekk ég svona smjörþegin á því, sko, og þeir eru allir brjálaðir gaurar og eru alltaf að taka upp alls konar crazy shit, þeir eru að stökka úr loftbelgum og það er bara svona viral vídeo yfir allt TikTok og Instagram, sko, þeir eru mestu töffari sig í þekki, sko. En það hljómar hættulegt.
Já, en það samt bara svona þeirra thing, skilur, veist, í LA og verður að hafa þitt brand og að representa eitthvað, skilur, og þeir eru allir content creatorar að búa til efni fyrir Chainsmokers og fullt af einhverju geggjum artistum, mitt félag minn videografinn hans Justin Bieber, sko, og þetta er allir svona gaurar sem eru bara, þeir eru líka svona extreme sports guys sem eru bara cool ass gaurar, skilur, það er svona svolítið þeirra brand, úti, sko, á sín megin plattformum, sko. En hvað finnst þú veistu hver Alex Honnold er? Alex Honnold heitir hann? Nei. Hann er svona free climber. Ok. Sástu heimildamönd sem heitir Free Solo? Já, býtu, hann er sponsorar á North Face, þessi gaur eða ekki? Gæti verið, ég þekki það ekki alveg. En hann klifrar upp alls konar fjöll. Dökkarður með risa hendur. Já, grannur. Já, ég held ég veit hvað þetta er, já. Hrikalega hraustur. Já. Hann er að klifra upp alls konar fjöll. Með enga öryggisstöð. Já. Hvað finnst þú svo þess? Þetta er náttúrulega bara nuts, sko. Ég myndi líka bara klifra, skilu, I get it, skilu. Það er brjáluð, líkamleg áreynsla og þegar þú ert búin að klifra upp á toppinn, þá er þetta euphoric, skilu, og þetta er sport og þetta er líka svo, þetta er allt ógeðslega heilbrigt gott, en án safety, þú ert a different beast þegar þú ert að gera þetta, skilu, en full respect á það, skilu, en þú veist. Það er sem ég klikkaður. Já, nei, gaur, en líka bara, máli ástæðan okkur klættast eitthvað svo næs, því að þú stekkur og boom, þú fær þetta högg og fær þetta dæmi, skilur að klifra, þú veist, ég veit ekki, þú veist, eins og þegar fólk fyrir að hæka eða upp á jökul og labba, þú veist, mér finnst það alveg gott og enjoy the views, en að labba einhvers staðar er bara aldrei nú spennandi, saman hversu fallegt það er, skilur Það er ekkert action í því? Nei, það er ekki nú mikið action, fyrir mig allavega, persónulega, skilur en þú veist, ég get ímyndað mér að klifra einhvers staðar er alveg ágæðlega mikið action, en þú veist, hey, þú veist, different strokes for different folks, það er svolítið þannig, sko. En þú talar kvikmyndaáhuga? Já. Kemur það frá pabba þínum? Ég held það, sko. Ég var exposed, skilur, að bíómyndum mjög snemma, sko. Og hvað var það verið að sína þér? Bara alls konar maður. Ég er náttúrulega Disney og þú veist, actionmyndir og þú veist, allt þetta. Shit, þú veist, vídeólegur voru bara himnaríki fyrir mér í gamla dag, skilur. Að fara þar var bara, og maður mátti fá eina gamla með, skilur, þetta var bara toppurinn þá, skilur. Toppurinn og tilverinn? Ó, já, sko. Saknar þess? Já, vídeólegur voru the shit back in the day, sko. Ég er samanlega. Þú veist, pæli hvað þetta er leiðilegt núna, þú ert með allt bara on the tip, þú veist, pæli hvað for granted these kids are taking it today, sko. They don't know, skilur, the struggle. Þú veist, ég var ennþá mjög góða minninga, bara sem ég hugsa oft bara til þegar ég var yngri og maður fór á vídeólegur. Eins og þú segir, velja hana gamla, eina nýja. Það var kannski föstudagskvöld og það var kannski pöntu pizza. Þú veist, lífið gat bara ekkert betra. Nei, ándjúst, þetta voru líka, sko, þetta voru bara bestu kvöldin. Já. Þú veist. Ég man ennþá eftir mjög mörgum þannig. Nei, bara algjörlega, ég er alveg með þér, sko. Og, þú veist, og I miss it, skil. Og mér þykir leiðilegt að geta ekki, þú veist, farið með allamis, vonandi því ég eignast krakka í framtíðinni, að fara með krakkana mína, ég veit ég reyna, já, þú mátt velja hennar gamla, eitthvað. Þetta var bara experience, fattur, og núna er þetta bara, þú veist, já, alltaf leiðilegt, sko. Að vera eitthvað surf á Netflix, það er ekki sama. Sko. Þó að ég alltaf visst það eins sem fylgja því. Já. En ég vel að viðurkenna það, eftir þess að ég gerir fleiri svona podcast þetta og var að tala meira þetta, þá saknaði ég alltaf meira og meira. Já. Að fara á vídeólu. Já. Mér var stendur ekki gana að þurfa að skila. Við hljómsættir svona gamlu görðum, the old times, they were a lot better, bara nei, bro. Þetta var gaman, ég er búin að heyra mjög marga segja þetta, bara svona, þetta var, ég saknaði spílu. Já, nei, algjörlega, mann er líka bara, þetta er eins og ég sagði, bara krakki í namnilandi, sko. Bíómyndir var bara the ultimate form of entertainment, skilju, og þú ert að upplega með fjölskyldunni en heima var bara pítsu, skilju, þú veist, hvað, þú veist, hversu hóllsum getur orðið, sko. Þetta er svona nokkuð heilbrigt, myndi ég segja, frekar en að fara alltaf á djammið og vera fullur eða dópað eða eitthvað. Það var bara eitthvað góða mynd. Já, algjörlega, það er hárrétt segja, sko. En hvað liggur þinn áhugi svona helst í bíómyndum? Í bíómyndum? Svona í dag? Er þetta að segja, sko, ég er út allt, sko. Sko, kannski geti normal stuff out of the way, ég er náttúrulega dýrka Marvel, ég elska hvað þeir eru búin að byggja. Mér finnst þetta bara eitt besta form of entertainment sem ég sé, bara besta content, sko. Þú er búin að sjá þar allar? Já, veist, fyndið, skemmtilegt, dramatíst, charismatic characters, þetta er allt bara, og Martin Scorsese má bara fokka sér, sko, hann, þú veist. Og fyrir það sem veit ekki, þá var það hann sem sagði rauninni, þetta væri rauninni ekki bíómyndir, ekki list. Hann er hann að vera einhver gamall kall að vera pirraður út því að hann fær ekki sama fjármagnið og gaurinn er svona búið þessar myndir. Og hann er bara eitthvað, þú veist, gaur, appreciate it, þetta eru geðveika bíómyndir, ógeðslega góð skemmtun og það er ástækkur þetta að græða svo mikið pening, sko, því þetta er bara geggjað. En, sorry, var ég að ranta það? Ég er búin að bíða þetta að komast inn á eitthvað plattform til að geta sagt þetta. Ég þarf að koma þenn oftar held ég held við eigum svona marga klukkutíma efni inn. Ég held það líka. En já, þetta er gott, ég elskar rant.
Já maður, shit maður, þetta opening Pandora's box en það, já ekki marga vinir sem ég get talk bara real movies við, þeir eru bara svona, já þessi geggi, ég bara, já bro, en þú veist hvernig fannst þér cinematography eða hvað þetta skilur, en já, svo þú veist, bara til að nefna eitthvað, bara til að sína ég sé líka cultured, kæra ánum þá ég er mjög mikill Studio Ghibli gæi, sko, og það og því ég horfði á það stöf mjög young, skilur, og því að fóstupappi minn, hann bara ekki að horfa með þetta, vissi að þetta var eitthvað veluna dæmi og hann sýndi mér þetta ógeðslega heavily influencer Princess Mononoke er eiginlega bara besta bíómyndin sem ég hef séð, eða uppáhaldsbíómyndin mín hún er bara, það er allt frábært við hana bara, hún er, og líka bara, já, allt sem þetta stúdíu hefur gert, sko. Þannig að þú fílar svona anime? Já, bara, og þú ert alveg nörd? Ok, ég horfði bara á Studio Ghibli stöfið þá, en svo núna bara fyrir svona 3 árum, þá datt ég Attack on Titan, sem er samt the most thrilling shit sem ég horfði á ævi minni að taka þetta, ég bingeaði þetta ég hef aldrei verið, og líka málir kærasta mín á þeim tíma, sem var ekkert into this stuff, hún óvart datt í þetta með mér, og hún var bara hún var bara límt, sko, og ég bara svona wow, ok, að sjá þetta translate yfir á gælu sem horfa á Keeping Up with Kardashian, skilu, og detti þetta og bara ég var bara svona, þetta er interesting, þetta var líka bara Attack on Titan, fyrir það sem ekki vita, er að mínum að eitt mest exciting og thrilling anime sem við erum búið til. Ég hef aldrei verið jafn thrilled, bara character developmenti í þessu er bara svo ógeðslega extreme, út því að, já, character motivationi er svo ógeðslega sterkt í þessu, og ég hef bara svona, ég hef aldrei verið jafn mikið bara svona the extreme, svona protagonist stuðningur sem að finna fyrir í þessu, sko. Ég elska hvað þú er svo æstur kveikmyndahamar, ég elska. Já, neikar, ég elska þetta, sko. Ég líka, sko, ég stundum til á kvölduna bara horfa á, skilur, how this is done, how that is done, skilur, bara hvað fer inn í þetta og hugsunin á baka, ég go deep, sko. En ef þú til dæmis þyrftir að setja saman eitthvað svona top 10 lista eða eitthvað? Ég átti að vera búin að fucking... Nei, ég er ekki að beða að gera núna. Okay, ég fór bara að pæla, finnst þér líklegt, ef þú talar um teiknumyndir, finnst þér líklegt að eitthvað teiknumynd fara á þann lista? Já. Já, þú fílar það vel að þú myndir setja á top 10. Já, ég meina, þú veist, já, Princess Mononoke verið klálega á þessum top 10 lista, ekki spurning, sko, Spirited Away var líka heima þarna kannski einstar, ekki alveg, Lion King var líka heima þarna, sko. Bara original Lion King. Já, maður. Og ég verð að vikina, ég veit að allir eru hating on the new one, sko, sorry, ég er að fara út allt hérna, allt góð. En allir eru að, meðanst allir eru að drulli yfir nýju CGI myndina, meðanst hún geðvik, en það er kannski bara út í að ég á svo sterkar nostalgíu, en ég hef ekki farið að gráta í bíó, held ég ever, en ég var ótrúlega nálægt því í climaxinu í nýju Lion King, semst CGI tölvuteiknu myndinni, og ég var bara svo invested, því að ég held að þeir eru bara svo ógeðslega, kjálkulit, þeir setja tónlistunum kannast við, svo setja þér þessi moment sem þú svona kannast við frá því gamla daga. Ég spila með þið. Þeir gera það. En ég var alveg tekinn, ég spilaði með, ég var bara, já, nei, Skari, nei, eitthvað, þú veist. Ég verði vikina, ég sá ekki nýju. Nei, það er ekki múið að sjá hana? Nei. Ég mæli með maður. Já, þetta, málir, ekki fara inn í þetta með eitthvað svona fyrirfram, fucking, horfa á þetta bara fyrir það sem þetta er, skilur, og leiðu líka gamlu nostalgínu spilu, því það er bara part of the movie experience at this point, skilur. Ég er bara að sjá Jungle Book. Já. Ég var ekkert brjálaslega hrifinn. Ég er alveg með það, sko, mér finnst hún ekki eitthvað frábær, sko. Og þetta er alveg flotta myndir, en það sem buggaði mig við þessa nýju Lion King, þó ég ekki múið sjá hana, það er þegar leiksturinn Jon Favreau sagði því, við ætlum að gera live action Lion King. Já, það var ekki live action. Live action? Hvað er að fara að þjálfa ykkur ljón og... Þetta er bara teiknum. Já, það er rétt. Skilur, það er rétt. Og ég meina, er hún ekki bara 90% eins og upprunalega? Upp á sögun og svona? Jú, þetta er the same... Er eitthvað nýtt í þessu? Þetta er the same beats. Nei, viltu eitthvað nýtt eða? En segðu mig það eitt. Já. Af hverju fengu ekki Jeremy Irons þess að tala fyrir Scar? Góð spurning. Þeir fengu, það er við máli. Ok, ef ég var sammála einhverju criticism. Þá var þetta. Já, Skari, þú fokkar ekki Jeremy Irons, skilur. Þetta var held ég smá svona, maður hvað er að podcast, ég er að fara varlega. Þetta var held ég svona, þú veist, Er það frá Hall Nýs? Er það að tala um eitthvað svona PC culture? Já, ég er svo hrættur að cancela þetta bara út því að segja eitthvað stúpid, sko. Ég held að þau bara með hugmyndan, já, herriði, bara all African cast, skilur, og það er bara, geggjað, og mér finnst það bara frábært. Ég ætla ekki að argja það eftir neinn kringstæð. En Jeremy Irons var bara fullkominn Skari, og ég kann ekki bera nafni hans fram,
Sevator Aloci. Já, ég veit hvað þú tala ég get ekki Performancein hans var geggjaður. Þetta ekki frábær leikari. Hann það, þetta bara einn af þeim bestu, skilju. 12 Years a Slave, vá, geggjaður. Síðan ennþá eftir að sjá. Ég skammast mér fyrir það. Það hardcore mynd, maður. Ég held að þessi þriðji einstakling sem kemur inga og bara eitthvað svona, þú verður að checka 12 Years a Slave. Og núna verði ég bara dröllast að horfa á hana. Hún frábær? Já, hún bara, þú veist, hún eins extreme þegar kemur af sögum bíómyndir frá þessu tímabili í Bandaríkjunum eins extreme og getur verið þetta bara erfið mynd, skilju, ég ekki mikið fyrir að horfa á það, skilju, en bara ógeðslega áhrifarík og þú veist Við fórum á Lion King yfir þetta þú verður að stjórna þessu, þú þátt að stjórna ég var á betur stjórna ég svo spenntur á kominninga, gaman að talk movies ég á ekki marga vinir sem ég get virkilega bara tala movies about það ekki, ég fekk til minn Kíló, rapparann og hann segði svona svipað, hann hardcore kvikmyndaáhugamaður og hann sagði bara, ég var svo fá að vinir sem nenn að nördast með mér Nei, það ekki allir að spá þessu Nei, ég skil þig mjög vel En ok, Lion King, þú mælir með henni? Já, ég ætti að fá svo mikið hate, guys, þú veist, slægja á, ekki drullið í kommentinu eða eitthvað. Það enginn að segja henni. Nei, ok. Hún ég leiði mér að taka inn, ég var ekkert eitthvað, hún ekki góð, teiknum mínu, akkur eitthvað ég reyni alltaf að vera clean plated þegar ég labba inn, skilju, og bara, og Lion King myndi náða mér, ég var alveg bara, með bara eitthvað, bara eitthvað, mér langaði smá að gráta þegar climaxin var og ég bara, það var bara, þessi mynd gerði það fyrir mig, skilju, jú. Sumir hlutir annars sem voru, eins og þegar Simba, spoiler alert Spoiler alert fyrir Lion King þegar Mufasa deyr, að þá út af því þið gerði þetta live action og það er svo mikið expression í teiknimyndinni, það sem að Simba bara, pabbi, eitthvað og hann bara, grátandi líka við og hann að koma til skila til áhorfandana hvað er mikið emotion í gangi og þeir gátu ekki gert það í live action myndinni og það var þetta svolítið skrítið og ég var alveg bara svona þeir bara eitthvað, pabbi, nei, please ekki deyja og svona frosið andlit já, eiginlega svolítið hann, sorry, ég ætla ekki að heilga myndina fyrir en voru tár? Ég manna ekki eitthvað CGI en ég man bara alveg eftir það moment tók mér svolítið úr því þeir hefðu bara átt að go full animation bara til að fucking negla þetta moment en út af því þið þurftu að gera þetta live action ljóni getur ekki expressa þessi human expressions þannig að þetta er svona ógeðslega creative held ég erfiðleiki sem þeir endan fóru hináttina með sem ég var ekki alveg sammála þú ert alveg smá að selja mér hana ég þakka sér tjekk á henni þetta ég líka í bíó og líka bara the visuals eru geðvik þetta er flottasta CGI bíómynd sem þú með nýtt sem að sjá flottan avatar blessar, þetta er raunverulegt Avatar er náttúrulega bara fantasy dæmi þetta er svona á að gerast í raunveruleikanum þannig að þetta er skotið á ákveðin hátt sem álíka vera svona svolítið National Geographic dæmi sem sniðið það sem þeir gerðu, Jon Favreau þeir svona vorum ógeðslega zoomuð inn skot bara ógeðslega langt focal length til að fá svona þannig feeling sem er stórst að sniðið til hann og fannst þetta virka bara eins og alveg dýr? Bara á mjög mörgu leiti, já, þá er þetta bara photorealistic að mínum mati, en maður er aldrei bara, wow, þetta er bara alveg þetta er alveg svo alveg ljón en hvernig finnst það svona yfir höfuð, svona tölvugerðar myndir? Ég er big fan, ég elska CGI og mér langar að bara mæla með fyrir áhorfendunar mæli með YouTube þáttunum VFX Artist React þetta er skemmtilegasta shit sem ég horfa á YouTube ég er búin að segja þess að ég er að horfa á þetta second round núna bara því að mér finnst það skemmtilegt þetta er sérst gauðra sem eru VFX Artists sem eru að reacta við bara bíómyndum og VFX í þeim góðum og slæmum, þau eru drullir að slæma og hrósaði góða en já, ég elska VFX og það er stór partur af okkur minnst bíómyndir cool því að það er að gera hlutina svo magical í bíómyndum en finnst þér að því mér finnst persónulega þeir eru verið að treysta svolítið mikið á þetta og mér finnst góðar tölvubrellur ekki komið í staðið fyrir góða sögu eða góða persónur bara ekki spurning og mér finnst svona, ég var til að heyra hvað þér finnst það ég meina Transformers er bara geggjaða bíómyndir meina eins og þær, finnst þér það góða? finnst þér enginn af þeim góða? Fyrsta var alltaf læg fyrsta var cool en þú veist þessar bíómyndir eru geggjaðar en þetta er sökka shit, skilur Er hún sér allar? Nei, ég held ekki Hvað fórstu langt? Ég gafst, eftir held ég 3. og 4. þegar Mark Wahlberg kom inn það var bara, nei,
Nei, ég nenni sig ekki lengur. Já, hann kom veldig fyrst í 4. Já, ég held að 4. á checka ég out, sko. Þá var ég bara I'm out of here, sko. En þú veist, ég líka, já, þú var skellur. En ég mun gluggi þetta einhvern tímann þegar þetta kemur á Netflix, skilu. Gott að eiga svona drasli inni þegar maður er bara heima á sér heila lausa fucking bara pítsu, skilu. Já, því að svona myndir geta alveg verið skemmtlar. Þó svo lélar. Þetta algjört visual splendor að horfa á, skilu. Og svo líka fer eftir hvað vilt fá út úr bíómyndinni, skilu, þú veist. En eins og þegar þú kannski að velja eitthvað bíómyndir svo horfa á. Ertu þá meira, þá kannski alveg þannig eitthvað svona nýja mynd sem þú hefur ekki séð. Ertu meira fókusar á söguna, þetta sé sci-fi mynd eða vestri eða hasamynd eða eitthvað, eða horfur á leikstjóran eða aðaleikaran? Góð spurning. Ok, þegar heima maður velja bíómyndir. Já, og þá er þetta, þú hefur ekki síðan aður. Þú ert bara svona, ákveður að tjekka? Ok, ef myndin er sci-fi þá er ég on it. Veist, ég er bara sci-fi gaur út af því að það er þetta fantasy element, það er þetta svona, þú veist, það er þetta svona eitthvað sem ég ekki sé áður, skilju. Þannig að þú veist, ef ég er að horfa á mynd sem er based in reality, einhverju geggjum leikstjóra eða einhverju nýtt sci-fi, einhverju nýjar hugmyndir, einhverju koncept, þá er ég fyrir að grípa í það allan daginn frekar, sko. Sci-fi? Já. Ok, hvernig sci-fi myndir fílar þér? Bara eiginlega, þú veist, allt, sko. Það er ekkert eitthvað eitt meir en hitt, sko. Er til mismunandi sci-fi, nennum, please, flokka það fyrir mig, ég skal segja þér. Já, þú veist, ertu hrifnar af til dæmis Alien? Eða viltu frekar þetta sé eins og Independence Day, eða viltu frekar þetta sé eins og Arrival? Svo eitthvað dramatískara. Já, ok, góð spurning, já, ok. Skilur mig? Ok. Eða viltu gameskip, eða viltu frekar þetta sé eitthvað svona svo Android-based, eða robot-dæmi? Góð spurning, vá, það er engin spurt með þessu, þakkaði fyrir, ég er svo ánægður komninga. Gaur, þakkláttur. Ég þarf ekki svona að fá það aftur og þá ætla ég að búa til það, ég hef stundum með svona áskorunir. Já. Þá kannski er einhver ein spurning bara eitthvað, hvaða mynd fékk þið þess að gráta? Hvaða mynd verður til að, sem tengist einhverju gameskipi eða eitthvað? Ég er kannski fakt fyrir svona það. Ég er mega til, sko, mega til. Og þá fær hann að undirbúa fyrir þáttin. Ég er til að gera smá pre-work, pre-production. Já, hvað fíla ég mest af sci-fi? Sko, það er, það er að leita superhero element, sko, sem ég latcha onto, sko. Ok. Og eins og, hvað heitir myndin, sem var svona eins og svona found footage mynd af overheitjugörnum, gæðin sem átt að leikstýra Star Wars myndinni en var, Er það svona Chronicle, eða? Chronicle, já. Já. Það er svona gott dæmi mynd sem ég er svona, já, þetta svona, af öllu sci-fi þá er þetta svona þetta kýtla mest, skilur. Myndur þú setja þá mynd í þann flokk, sci-fi frekar bara overheitjumynd? Já, just, sci-fi, já. En sci-fi er alltaf svona vítt, kannski. Já, fyrir mér er það. Sci-fi er bara, sci-fi, fantasy, þú veist, þessi genre, þetta er eiginlega eitt bara fyrir mér, skilur. Þú getur verið specific about it, en í rauninni er það bara svona what isn't possible in reality, skilur. Það er bara hvað sci-fi er fyrir mér, skilur. Fantasy, sci-fi og þú veist, allt þetta, já. Því ég horfa á þetta allt bara sem einn. Þannig að þú vilja setja kannski eitthvað fantasy myndir í sama flokku sci-fi. Já, þú hugsar þetta þannig? Já, ekki dæmi. Nei, ég er ekkert að dæma það. Ég hef alltaf litið á sci-fi sem frekar því þetta stendur fyrir science fiction. Já. Þetta sé svona aðeins meira reality-based heldur en... Já, algjörlega. Og ef við ætlum að vera specifika bara þá, já, klálega, þú veist, það er bara hárrétt, sko, og ef ég ætta að koma að þessu frá því approachi, sko, þá er geimurinn náttúrulega spennandi, sko, Interstellar er bara einu uppáhaldsmyndi mín cinematic experience ever. Já, það hata hann allir út af einhverju fucking plot dæmi sem gengur ekki upp fyrir þig, sem er bara mest af fucking væl sem ég hýrt aðeins minni, en þessi mynd er eitt besta cinematic experience sem ég átt aðeins minni. Ég er enda sammála því að einhver liði. Já, ég fór inn í bíó og ég var bara veist hérna, ég ætla ekki að vera gaurinn sem er bara the plot, Matt Damon, eitthvað hérna, það gengur ekki upp, bara bro, þú er missing the fucking point, skilur, á því að hvað er að fara í bíó, skilur, þú veist, ég get lofa því að enginn sem var að horfa á þessu mynd var catching, þú veist, þetta plot, þú veist, irregular, svona, sem gekk ekki upp, skilur. Þeir fóru á YouTube og sá, eða átt sá þessi setna eftir að horta á nokkuð sinnum og síðan voru bara, já, þetta gengur ekki upp með Christopher Nolan, nei, bro, þú ert fucking, þú veist, þú ert vangið, skilur. Finnst þið gaman að vera í bíó? Finnst þið gaman að vera í bíó? Ég elska, þess vegna elska ég líka Ísland út í að Ísland, bíó er stór partur af íslensku samfélagi, sko. En þá við erum ekkert að fara til ykkur mikla COVID-umræðu, en þá verð ég að spyrja þig, eins og núna. Það er eiginlega ekkert í gangi í bíóm. Ég ban ekki eftir síðan sketch ég fór í bíó með þér. Mér finnst það hræðilegt. Ég alveg tala. Ég saknaði svo mikið. Fara okkur flotta stórmynd. Það er rétt, veist, ég ekki eins og spáði í það mikið, sko. Ég er einhvern veginn bara svona, já. Búin að upptíkin.
Já, keep busy, sko, en þú veist, ég veit ekki, ég svemma með svo mikið af contenti heima sem bara geggjað og ég keypti stærsta sjón sem ég gæti mögulega keypt mér, skilju. Hvað er stór? Ég veit ekki, 72. Já, ok, reisa sjón. Já. En finnst það samt vera það sama eins og fara í bíó? Nei, alls ekki, maður. Það munur á þessu. Já, og ógeðslega gott dæmi til að bara, þú veist, bara koma að góðu punkti í það sem þú ert að segja, er að ég fór, og er ekki bara með hverjum þú ert í bíó og hvað árendum þú ert með, gleymist ekki, þegar Deadpool kom út, þá fór ég á, heitir það, fór á forsýninguna sem er hvað heitir, hvað heitir nördadótið? Nexus. Já, Nexus, oh my god, sorry, þið ekki nördadótið, þið gott fólk, hvað heitir nördadótið, ógeðslega að sagt. Nexus upp á spúðum. Þetta bara frábært, skilju, þetta frábært fyrirtæki, frábært búð og það var Nexus forsýning og þetta var náttúrulega bara uppfyllt af brjálaslega áhuga miklum einstaklingum og ég fór á forsýninguna og með öllum nördunum, skilju, ég nördi líka og ég ekki tjóka ég hef aldrei hlegja mikið og það var bara svo mikið stemning og allir voru bara deyju hlátur og því að allir voru getting the comic book references ég fór hann aftur því að þetta var frábær mynd og frábær upplifun í bíónu með venjulegum audiences totally different thing það sem ég var að deyja hlátur og allir aðrir í þessu fyrstu forsýningu með öllum nördunum bara ára allir að bara skæl, bara grátandi svo fyrir henni þá svona létt hlátur ég bara þetta bara different experience það ekki sama nei, alls ekki og þess vegna skiptir máli að fara í bíó og líka bara með hverjum ert í bíó þetta bara, it's a full experience ég þól ekki að ég fari í bíó og líka út í Bandaríkjunum og ég reyna ég ferðast ekki mikið, þau eru líka í líkingu við þig en þegar ég fyllast í Bandaríkjuna eitthvað þá vil ég fara í bíó og sumir segja mér eitthvað það er í bíó, þú getur gert það heima hjá þér ég er ekki alveg það sama og mér langar bara að prófa hennu bíóhús en það þú þarf bara að útiloka þessa mannskju líðinu sem segir það ég heldur þetta að vera mamma mín þannig sem sagði þetta ég get ekki alveg útiloka hana en þegar ég fór til Bandaríkjana og þegar ég fara á sýningar þar fólk talar meira heldur en finnst mér en það heima og ég þóla ég held að fara eftir hvar og ert í Bandaríkjunum en þetta var í New York einmitt það er ákveðin kúltúr þarna sem ég hef bara svona heyrt af skilur bara í gegnum YouTube skilur að í sumum hverfum og sumum stöðum í Bandaríkjunum og þá er bara oh hell no oh shit eitthvað fólk skilur bara öskrandi varst það sömu sýningu ég? Var það svona? Þetta var svolítið mikið þannig já, ég held að svona, og þetta er eitthvað, þetta er kúltúr sem er ekki næst, sem, þú nennir ekki að hafa, þegar þú að horfa á mynd með einhverju félaga heima, þú nennir ekki að gaurin er bara hvað er eiginlega að frétta þessari gælu þannig sem er eitthvað að hlaupa og hann er klálega að vera að drepa hana, ég nenni þess ekki. Þetta er bíó, þegiðu, ekki verið síman í hennum. Hvað finnst þú fólk sem svarar í síman í bíó? Góð spurning, það er eitt að vera bara hey gaur, ég er í bíó okkur bara skilu, þú veist, ég hef alveg gert það bara til að, vera ekki hefur þú svarað í síman í bíó? Já, nei, í dag er ég bara silent hringið að skilu, en þú veist, þegar í gamla dag maður þegar þú varst yngri? Já, þú myndir ekki gera þetta í dag? Nei, þú veist, maður kann ekki alveg sínt þegar mínútin er búin Já, og líka, hversu mikilvægur er maður? Það fer til símtalinu, skilu, ef ég er að búast einhver símtali frá einhverjum aðalega sem er með einhverjum mikilvægur upplýsingar fyrir mig, skilu. Akkur þá fyrir bíó? Góð spurning. Út af því bíó er gaman. Ok, ég skil þig. En þegar þú fyrir bíó og þú ætlar að velja einhverja mynd, er ekki einhverja ákveðna típar mynd sem þú spenntari fyrir? Er það þá svona sci-fi, fantasy og stóra myndir? Ég fer á allar þær. Ég fer á allar þær. Ég missi ekki af þeim, það er bara, það gerist ekki, superhero, sci-fi, fantasy, that's my stuff, Þú talar um Marvel-aðan? Já. Áttu uppáhalds Marvel-mynd? Já. Eitthvað sem mannstætti sem fannst bara að geða eitthvað? Já, þú veist, það er bara, þú veist, þú getur, ef þú horfur á allar, hver og eina Marvel-mynd hlutlaust frá, þú veist, því sjónarhorni, þá, þú veist, minnst það einhvern veginn ekki hægt með Marvel, ok? Og, þú veist, ég horfa á þetta bara sem cinematic experiences, skilur, þegar þú fer í bíó. Og til dæmis að fara á Infinity War, þá ert orðin svo ógeðslega investið í allir karakterum og þetta býr til bara einhverju tengingu sem þú færði ekkert út frá að horfa á einhverja eina bíómynd í einhverju single dæmi. Nei, sammála. Og þannig að þú veist, hver er besta bíómyndin? Það er rauninni, þú veist, þú getur,
það talað að Winter Soldier sé best eða mest svona airtight skilur mynd, bara svona hún best, ég skal hjálpa, hún best já, það er það sem mainstreamið skilur álitið skilur, en ég, veist, mér langar ekki að horfa á þannig, veist, jú, hún er geggjuð, þú veist þessi bræður eru vængefnir, þeir eru svo ótrúlega talented og þeir eru bestir, sko og þegar ég tala bræður, þá er það gaurin sem byggur til Winter Soldier sem eru, Russo-bræður, já gerði mitt Infinity War og Endgame einmitt og já, veist, ég veit ekki ég get ekki hvort þannig, því að Infinity War eiginlega var mínu uppáhalds bara því að ég var orðin svo ógeðslega stoked fyrir því sem var í gangi, ég var bara svo emotionally invested og var bara þá svo það var líka svo, þú veist, þið hefur heyrt þetta there's a lot of movie in that movie, skilur Infinity War svo mikið, skilur og ég var bara á Endgame líka, þú veist, þetta var climaxin sem ég óska eftir að upplega bara sem superhero fantasy genre, veist, movie nördi, skilur, og alla hérna bíómyndirna leiddu til þess að þær bíómyndir eru betri, en eru þær betra bara í sjálfu sér en þú gætir ekkert valið eina nei, en ok, jú, það er climaxin, skilur, það er Infinity War og það er Endgame, það er bara mínum að ein stórmynd já, það er bara það sem þessar bíómyndir gerðu fyrir mig, ég var bara á svona edge of my seat, skilur, og bara þannig að það er eiginlega svona bestu bíómyndirnar fyrir mig, sko, en ef við erum að tala bara, þú veist, from a filmmaking standpoint, skilur, og single bíómynd, já, Winter Soldier og Black Panther var líka helviti góð, sko, en ég samt var ekki jafn mikið að vagnir allir aðri, sko, ég held að það var svona við veitum alveg af hverju já þú veist, það böggaði með Black Panther af því að fullt af flottu fólki sem að gera maður má ekki argjóða samt, skilur maður má það ekki, sko mér finnst það bara ekki skemmtileg já, wow mér finnst Black Panther ándjóks, hún er mjög neðalega hjá mér það er ekkert annað mér finnst það bara leiðileg ég hata þetta CGI barda já, þeir klúruðu því algjörlega, sko þetta var náttúrulega, alright, PlayStation 4 nákvæmlega, þetta var ræðilegt þetta var skellilegt, sko og það er ekkert með það að gera þessi svart fólk að gera þessa mynd nei, enga veginn, sko skilur við, mér finnst bara góð mynd eða léleg mynd og mér fannst það bara ekki skemmtileg nei mér fannst Michael B. Jordan góður inn, sant? Þú fíla hann ekki? Mér fannst hann vera mikið bara ég fíla hann var drullu svalur, don't get me wrong, skilur en þú veist ég bara fíla hann ekki venjulega ja, það er málið svo sá henni Black Panther, ég var bara ok, hann er alveg fín töff, sko mér fannst hann mikið bara þú veist, eins og í einu momentur í Black Panther þegar hann var bara eitthvað what's up, auntie einhverju svona get, þú veist, það var eitthvað svo mikið attitude og eitthvað svona það var svo cool já, og ég bara eitthvað svona veist, þetta er einhver hitman og eitthvað svona og þetta var svona, took me out of it, sko já, ég skilji en pældu sem dínu, ef að Endgame hefði átt að koma út í ár og svo hefði COVID komið og þeir bara fresta henni ég veist það, ég bara hugsa þetta sem COVID byrjaði og allar þess að fresta henni byrjuði, ég bara, ok, sem betur fer þá var Marvel svona stærsta sagan búin já ég hefði orðið brjála já, ég líka, sko, ég er með mymbönd af mér á leiðinni að fara að sjá Endgame það sem ég er bara öskrandi við félagið minn bara oh my god, ég var ekki þess að grínast, sko ég var bara kýrin að kennst og ég var bara komin á vídeolögun aftur með fósturpappa mínum, skilur og hann var að leiða mér að velja hennar gamla og ég bara gaf var ég að velja hennar gamla en hversu mikið nörd myndur segja að væri frá 0-10? 10 er bara mest ég veit það ekki, maður ég hef eitthvað görð til að bera mig saman ég á einhverja vinir sem eru, ég er the most movie nerd sem ég þekki, skilur ég alveg hittar görð sem að veri bara eitthvað að segja mér að, þú veist, sem er að referensa bara Demolition Man, skilur, og hvað fucking Wesley Snipes sagði á þessu tímpúti og ég bara bro, ég man það ekki en það hljómar svo svalega görð, ég get sagt það ég elska Demolition Man en ég man, þú veist, þetta var svo hans leið að testa my nerdism og ég bara svona, görð, ég man það ekki maður en ég er samt búin að sjá þessa mynd marg oft en ég man ekki hvað Wesley Snipes var að fucking segja á þessum tímpúti í bíómyndir, ég bara bro þú veist líka held ég missing the point af, þú veist, fíla bíómyndir, það skiptir ekki allir máli að muna textana. Nei, það er ekki muna allar setningar. En þá verður líka að spyrja, þú segist, ég er eftir með að velja svona eina bestu Marvel-mynd. En nú ætla ég að grilla þig þvílíkt og ég ætla að heimta svar. Hver er lélegasta Marvel-myndin? Sko, the popular opinion er Thor 2, sem er svona almennt, allir eru sammála að sé lélegust. En mér finnst vera mín, sko, eins og ég segi, experience, cinematic experience, til og með það er Captain Marvel. Aha. Mér fannst hún ógeðslega anti-climactic. Þú veist líka bara hún er following up á climaxunum basically á Marvelinu þar sem hún fá svo mikið úr bíómyndinni. Svo kemur hún inn, þetta er ekki léleg mynd, charismatic karakterar, geðveikt action og bara allt sem hún vill fá á Marvelmynd, en hún var bara standard. Og málið er í dag að vera standard Marvelmynd er bara lélegt.
Það ekki nógu gott. Nei. Standardin svo hár. Þetta orðið vangið hátt, skilur. Þannig að, þú veist, þetta geggjur mynd, en hún er samt as far as, þú veist. Það var vonbrigði fyrir þig. Ég var bara ekki brutally entertained eins og ég er í flestum Marvel myndum. Iron Man 2 var ekki heldur, sko. En eins og Thor 2, þú talar hana. Já. Fannst þú skemmtileg? Sko, þú veist, ég elska að vera transported into the Marvel Universe. Þannig ég er alltaf bara fyrirfram glaður að vera mættur á svæði, skilur. Þú er bara fein að fá einhverjum minn. Já, maður, þú veist, þetta er heimurinn sem ég vill að sé raunveruleikinn og því hann er bara svo spennandi, þú veist, þó að, þú veist, sagan gengur ekki upp og fucking the villain er bara mest svona plugged shit í heimi, skilur, það er ég bara gaur, þú veist, I appreciate it, þú veist, og því að geggja action, geggja CGI og allt þetta dæmi, skilur, þú veist, ég get alveg komið og drullað yfir allt sem sökkaði við þetta, skilur, en þú veist, þá það er maður bara missing the point, þú veist, veistu hvað þetta búið til svona bíómynd, sko, þetta er bara fárlærið og þetta action og allt þetta dæmi, þetta er bara geðveikt, sett þetta í samanburði við eitthvað annað lið sem er að reyna að búið til skemmtilega bíómynd, þetta er alltaf miklu skemmtilega, þess vegna vel ég oftast, því ég er að horfa eitthvað til að heima með mér, það er ég bara, Marvel, þetta er bara svo solid skemmtun, fyndið, skemmtilegt, geggja action og geggjaður heimur, og veist, flotta persónur. Já maður, charismatic protagonist, skilur, hvað meira vilt þú bíómynd? Ertu búin að horfa ofta á þessu myndir það? Já, alveg. Þú tekur þetta svona reglulega? Já, þetta er bara svona go-to skemmtunin, skilur, því þetta gefur þér allt sem þú vilt, skilur, þú veist, invested in the characters, þetta er humor í þessu, geggja action, þú veist, það er bara mitt thing, skilur, það er það sem ég sækist eftir þegar ég er bara svona, því ég vill bara vera entertained. En hefur þú lesið teiknimyndasögunar? Þú veist, bara yfir höfuð, bara Marvel teiknimyndasögur, eitthvað svona? Nei, ég var rosa mikið DC-kall í Galanda, ég las rosa mikið Batman og pabbi minn hendi með þeim comics, sko, og jú, eitthvað smá Hulk kannski, en ég var ekkert eitthvað bara með á drullu saman Iron Man, sko. Þannig þegar Marvel myndin að koma, þá hefur ekkert svona teiknimyndasögu viðmið. Ekki neitt, sko. Þetta er alveg svona frekar nýtt fyrir þér. Eftir, maður horfði ógeðslega mikið á Spider-Man teiknimyndanar, þú veist, alveg early days. Það voru geggjað. Það voru sjúkar, sko. Þættirnir? Voru þau ekki alltaf... Ertu ekki saman þætti það? Maður, þú voru alltaf Stöð 2 minni mig og... Jú, minni það. Ég horfði stundum á þetta að ruggla því að mamma tímdi ekki að borða fyrir Stöð. Ég var bara, þetta er maður bara thirsting for good content back in the day og maður fekk það ekki, fældi ég, tímar er breytast, sko. En eins og með DC? Já. Hvernig fílar þær myndir? Sko... Hvað er með eitthvað rant? Mér er svo gaman þegar aðri rant en ég, því ég rant það svo oft. Sko, ég er í vanlega myndi í döllu yfir þetta, skilur, en ég er einhverju ógeðslega positive stuði í þetta. Þú er bara í svo góð skap. Ég er bara ánægður að koma inn að geta að tala um einhvern bíómyndir, sko, þannig ég er bara að getja á hver. Þú veist, þeir náttúrulega, sko, þú veist, Justice League sökkar, ég hata Justice League, sko, ég get ekki svona verið góð við Justice League, þetta var bara pirraði mig og það pirraði mig ennþá og Joss Whedon er svo góður í geggjaður direktor, en þú veist, hann þurfti náttúrulega bara skítamiksa eitthvað shit saman, hann gerði sitt allra besta örugglega, en bara það... Síminn og fullið það pirraði mig svo mikið, og þeir voru að drífa sig svo mikið, þeir hefði alveg getað take their goddamn time, þeir eru með bestu karakter í heimi, bara hefði, þú veist, og líka bara ég fíla Zack Snyder, ég fíla það sem hann gerði með Superman, Man of Steel, minnst hún geðvik. Þið fannst hún geðvik? Ég fíla hann í tætlur. En Batman sem Superman? Sko. Þú ætlaði að sleppa að tala um hana. Hún er ekki frábær, en þú veist, það var svo mikið potential þarna, og hversu mikið er stúdíóð að reyna, fuck ég, skilur. En þú veist, I appreciate it, en þetta er ekki endilega góð, þetta er geggi bíómynd, en þetta er ekki góð bíómynd, þetta fattar með það. Er þetta að tala um Man of Steel eða Batman? Batman vs. Superman, skilur. Þú veist, þarna byrja þetta að fara á ógeðslega slæma stað, þar sem að stúdíum voru bara, við þurfum að drífa okkur, Marvel er bara að koma á stað hérna og það er bara assembling dæmi, þeir bara voru að drífa sig, þeir átt að taka sinn tíma. Það er alltaf mikið að herma. Já, samt ekki, skilur. Já, þeir eru að taka stuttulegina. Já, þeir eru alltaf að taka stuttulegina, sem er samt ekki að herma. Þú veist, fucking Marvel tók tíma sinn. Þú veist, það voru 3 Iron Man myndir áður en fucking, þú veist, þú veist, 2 Iron Man myndir áður en, Aðaldóti byrjar, áður en Ventus kemur. Já, þannig að þú veist, ef þeir ætta, þú veist, þeir átt að followa það, skilu, þú veist, og vera bara chillar, þú veist, þeir eru með geggja karaktera sem þeir geta, þú veist, ógeðslega vest úrval af karakterum sem þeir geta verið bara, taka sem tíma, búið til góða bíómynd fyrir góðan karakter og bara, þú veist, gera þetta hægt og rólega og því að, þú veist, það er nóg, þeir voru bara, við þurfum að drífa okkur safnandi saman því að þá græði allan peningin. Já. Sem er ógeðslega vitlaus hugsun. Og greið Zack Snyder var bara,
settur í þetta skilur og hann alltaf bara vildi fá að leika sig með uppáhaldskörtunum sínum og hann bara gerði sig besta og fyrir hans vision, ég dýrka hans vision hann sem visual director og bara sem þessi gaur ég elska, hann bara eitt besti það sem hann gerði með Watchmen og ég líka bara suma senur og þú serðu það bara, hann vinnur rosa mikið í senum og ég dýrka senur, ég kann að metafallega senur út í að ég sjálfur svona svolítið senukall skilur og bara the visual aesthetics sem hann að setja í bíómyndin fucking ruggla skilur hvernig hann setur upp senur og allt það en jú, mætti að vera sterkari storyteller og setja aðeins meira investment í karakter og story að sjálfsögðu en ég alveg bara, ég prýst þetta fyrir hvað hann og ég held að DC hefði geta verið svo magnað, svo dark og drungalegt og cool skilu, hefði þið bara tekið tíma sinn og byggt þetta upp hægt og laga karakter eftir karakter eins og Marvel gerði, en þeir voru bara að drífa sig að komast til Justice League og fucking floppuðu. Það mistökin þeirra voru að þeir fóru alltaf peninga. Þetta samt hvernig stúdíun eru rönn, þú investar ekki 200 milljónum á þess að vera bara við þurfum að fá þetta að baka, skilju. Nei, en eins og með Marvel, að þeir eru með Kevin Feige þar og Kevin Feige gæi sem að, þú veist ekki nörd, þá kannski þekkir hann ekki, ég veit að þú þekkir hann, en fólk fattar ekki hvað er mikilvægt fyrir þessar myndir og DC voru ekki með neitt þannig þeir reyndu að gera Zack Snyder þið voru með þarna gæjan, hvað heitir hann? Jeff Jones, já hann er sem bara comic book writer, hann er ekki overall film arc specialist eins og nei, ekki svo Feige og Feige er alltaf bara með mjög mikla reynslu úr bransanum sem framleiðandi hann lærði undir rosalega stórum nöfnum sem voru að gera Marvel-myndir á hann að Marvel Studios og til þeim vantaði þannig gaur af því hann kemur Star Wars vantar þetta líka sárlega, en þeir eru náttúrulega með Kathleen Kennedy hún er bara búin að skýta á bak hún klúraði, strax svo fucking Last Jedi kom út þá var ég bara pirraður Force Awakens, mér finnst hún geðug já, fyrsta ég var sáttur, ég var bara þetta að fara að vera geggja hún er alltaf skemmtileg hún er það, þó hún sé bara Pínu remake en ég meina hvað þarf að gera þú ert að remake Star Wars, þú ert ekki að vera bara við erum að fara að gera isolated drama í einu húsi við erum að fara þá leið væntalega þarft að fara í gegnum bara the normal tropes til að please the audience bara því að þú ert going against such a strong fanbase sem eru bara tilbúin til að drulliði þannig að mér finnst þetta bara brilliantly gert af hvað er leiksturinn? J.J. Abrams en eins og Let's Jedi og Rise of Skywalker hvernig er þetta? Já, pirraður, Last Jedi fucking pirraði mig, alveg, hún pirraði mig meira heldur en seinni sko, út af því að, the tones voru bara svo út allt einhvern veginn, hann var að reyna að setja sin eigin print á þetta sem var bara að, hvað heitir þetta, að defy expectations einhvern veginn, eða divert expectations, skilur, það sem að þú heldur sér að fara að gerast, hann er að fara heina áttina, sem er geggjað, þú þarft að fara, til að koma með eitthvað nýtt til borðs þegar þú ert að búið til bíómynd, þú þarft að gera, skilur, og ég appreciate það. En bara tónnin í þessari bíómynd var bara svo út allt, skilu, að ég bara svona, þetta bara, I didn't enjoy it, ég var ekki, ég var bara alltaf dottinn út, bara, hvað er þetta, eitthvað svona left field koss á einhverjum stríðsvelli, bara, bro, hvað er að þetta? Mér leittist eiginlega alltaf tíma, sko. Já, það var alveg gott, já, ég skilði alveg. Ég hata Rise of Skywalker. Já, ég skilði alveg, og ég myndi alveg, ég þóli ekki, ég minnst þetta ekki góð skemmtum, skilur, en og líka, ég var ekki að reyna að horfa á þetta en daginn og því ég keypt með Disney Plus subscription og ég reyndi svona að horfa á þetta en ég var bara eitthvað svona fucking anskotas maður ég get hort á Force Awakens og því að hún er bara fucking lockdown, bara þeir neldu þetta að mínum mati, skilu, og ég bara svona appreciate hana, sko, ekkert full á mynd, skilu, en ég held að Kevin Feige sé að fara að gera eitthvað Star Wars myndir. Ég vona hann taki bara yfir, skilu, en þú veist málið, the damage is done, skilu, þeir klúruðu trilogíinni, skilu, og það er bara, fyrir það er ég reiður. Ég er ekki Star Wars aðdandi, en ég er sci-fi, fantasy, adventure aðdandi og Star Wars er geggjaður heimur. Ég elska Marvel meira en Star Wars. Ég er ekki hardcore Star Wars gæi eins og ég held að þú kannski ert, skilur. Nei, þú veist, ég er meira Marvel maður. Já, ég er meira overview gæi heldur en Star Wars. Ég er ekki invested í því eins mikið, þannig að ég er ekki eitthvað, ef ég væri örugglega meira reiður. Ef Marvel myndi fuck upp svona, þá er ég brjálæður, held ég, sko. En já, ef Kevin Feige tækir Star Wars, ég vil það ekki, hann á bara að fókusa á Marvel, hann er að gera geggja litið það, sko. Þeir eru að reyna að mjólkan fyrir allt sem að, því að hann er búin að gera svo geggja sitt, hann á bara að vera á sín stað, hann er að gera geggja litið þar og ég vil fá gott Marvel content út æðina mína. Ég skil ég, en ok, við skulum aðeins backtracka yfir í DC aftur. Já. Af því að mjög gana spjalla við það, það er svo mikil ástríði þessu hjá þér. Já, það er brjálega, þú séð sem mitt, sko, ég er alveg að halda aftur af mér núna, sko. Ég þarf að reyna að stjórna þessu. Já, beisla það bara. Já, reyna að beisla það er gott orð. Með DC,
Ertu mikill Batman-maður? Sko, ég varð meiri Batman-maður bara út frá Christopher Nolan, sko. Ok, þú fílaði þær? Já, gaur, ég bara, hann náði að koma svona realisma í overheiti eins og hann gerði með þessa mynd bara fucking standing ovation fyrir, hann náttúrulega bara master, hann eitthvað uppáhaldsgaurunum mínum. Okay. Christopher Nolan er maður sem leikst í Batman-myndunum, Batman-trilogíunni, fyrstu trilogíunni. Jú, þetta svona trilogía sem var svona... Með Christian Bale allavega, þá veit fólk hvað er að tala og ég appreciate að þær myndir ógeðslega mikið, sko, og ég var meiri Batman-fan út frá þeim myndum, en ég var ekkert eitthvað að deyja yfir karakterunum yfir, maður þekkti það, skilur, maður las það ekki, en ég var ekkert eitthvað elska neitt, mér fannst alltaf svona dark og gloomy og eitthvað svona, en alveg cool. Ástöður spyrir því að hann er svolítið andstæð við það sem Nolan gerði með Batman, svolítið andstæð við það sem Marvel að gera. Já. Marvel er meira svona gleði og brandarar og grín og svona, en Nolan meira svona... Realismi. Já. Því hann er þannig leikstari. Já, aðeins svona raunverulegra. Og ég var svona áhugavert að vita hvort að þú fellur meira Marvel megin heldur en... Ef ég á að velja á milli? Já, eða svona, að því að Zack Snyder gerði síðan Man of Steel. Já. Og mér veist Superman, hann á að vera góðu gæinn, skilur, hann var að gleða þessi fylgir honum og svona. En mér veist Zack Snyder gera hann aðeins eins og Nolan hefði gert hann. Já, en það er út, já, algjörlega, en það er líka Syncopy, production fyrirtæki hans Christopher Nolan var að vinna... Framleiða Man of Steel. Já. En fannst þér þessi stíl passa á Superman? Gaur, já maður. Já, ok. Þú veist, hann er svo litríkur og, þú veist, fáranlegu karakter að gera hann aðeins desaturated, skilur, og fucking, þú veist, raunverulega í einhverjum heimi, skilur, þú þarft að gera, og því hann er bara out of this world, og ég, þú veist, mér finnst það líka ég gerði Krypton, bara geðveikt, ég bara mér finnst Krypton bara ógeðslega flott og ég bara svona, þú veist, ég elska Man of Steel, mér finnst hann líka bara tónlistinni sem Hans Zimmer og bara, þú veist, cinematografíð og allt bara, þú veist, þessi myndi er bara splendor, skilur, upp á auga, skilur, þú veist, ég var ekkert eitthvað degi yfir CG-fætinu í endan, skilur, ég var alveg svona kílan aftur það, ok, ekki, þú veist. Já, þeir klúðru því eins og smera, því að mér fannst myndin enda þegar hann stútar World Machine, eða hvað þetta hérna. Þá myndin búin. Já. Svo tekur við bara eitthvað kortest fight. Já. Það er svona tvo menn sem getur hún ekki slasa hvern annan. Nei. Að henda hvernig við genum einhver hús. Já. Og bara, sorry, þá var ég búin að tjekka mig út. Sko. Já, ég er sammálaður. Það var mín upplifun, skilur. En þú veist, ég ætla ekki að shit á myndina bara fyrir að gera það, skilur. Þú veist, í rauninni voru sumir sem voru bara, þetta er göðvegt, en þú veist, já, þarna datt maður út, skilur, já, ég er sammálaður, út í að tensionið, það var ekki til húin lengur. Það er ekki drama! Hann var bara laying a beat down, skilur. Þetta var bara einhverju pixlar að berja einhvern annan í gegnum einhver pixlu hús, þetta er bara eitthvað tölvugert dæmi. Bara, sorry, mér finnst það bara ekkert skemmtilegt, þess að segir, það var ekkert í húi. Þeir hefðu átt að mixa þetta inn, skilur, í, þú veist, World Machine að vera að berjast við hann á sama tíma, þá hefði allt tensioni verið á sama tíma og þeir hefði teikt þetta út eins og ég geta búist við mynd alls ekki. Nei, þetta er samt góð punktur, ég sá það. Já, þeir hefði haldið tensioni þar þangað til bara, alveg endan og þá átti Machine og antagonistin að klárast á sama tíma, skilur við. Hvernig fannst þér, þetta er spoiler fyrir Man of Steel. Já. Hvernig fannst þér að sko drepa SWAT? Fólk er voðalega upset about it, sko, Jesús, mér finnst svo mikið verið að væla út af einhverjum atriði sem, þú veist, hvað ætlað þú gert? Hvað hefði þú gert, Herru, við bara I'm gonna put you back in the space jail, hvað skilur þú? Ég fíla hann drafingun, það er left field, skilur, turn fyrir einhvern karakter eins og Superman, skilur, bara, þú veist, hvað hefði annað gert sem átt að vekja einhver athygli eða, sjokkera fólk, sjokkera áhundunni, skilur, hvað aðra leið ætlar að fara? Það sem ég var að vona myndi gerast, því ég veit ekki hvort ég vilja hafa minn Superman sem einhvern morðingja. Það er því Superman að vera betur en við. Já, ég skil. Okay, fair enough, já. Mér finnst hann að vera átrúnulega góð. Við höfum að líta upp til hann. Það er svo geggja að láta hann gera eitthvað sem er ógeðslega ambiguous. Ekki ambiguous, bara svona, þetta var ekki drangt, hann var að bjarga fjölskyldu og þess vegna þurfti hann að drepa hann, skilur. Já, menn hann ákveður að hann að drepa hann, hann hugsa með svo, þetta er eina sem ég get gert. Það sem ég var að vona myndi gerast, og ég hef fyrir leyfa gaurnum að slátra fjölskyldunni. Nei. Ok, þú lætur Superman drepa SWAT. Það sem ég var að vona myndi gerast þá í framhaldsmyndinni, sem í þessu tilíki var Batman vs Superman. Ég var að vona að hann myndi læra því, skilur. Og hann myndi bara höra, wow, ég ætla ekki að fara aftur á þessa slóðir, eða ég ætla ekki að gera þetta aftur. Það verður svolítið skart eftir það. Og það sem ég var að vona er að ég vil að minn Superman, eins og sé, átónagóð, ég vil að hann sé, þú veist, þetta er maður sem við erum að horfa upp til, skilur. Mér veist hann ekki að vera með svona mannlegan breyskleika, skilur. Þannig ég var svona að vona að næsta mynd, þá kannski fengi ég eitthvað svona Superman sem væri svona
ótrúlega góð. En hvað fengu í Batman vs Superman? Hann bara þunglindur allan tíman. Hún allt og dark. Það fór svo, þeir hefði ekki gert Superman 2 með engu Batman og ekki neitt og þeir bara átt að halda á svona developa karakterinn og eins og segir, já, fá hann á einhverja stað sem hann á að vera, skilju, í staðan fyrir að fucking, bara því að Batman vs Superman bara makes money just by the headline of it, skilju. Akkur gerðir ekki bara með hann á Stíl 2? Þeir hefði átt að gera, það allan daginn það sem þeir átt að gera. En þeir voru bara fucking drífa sig og drífa sig. Ég veit það, líka bara, þú veist, Batman vs Superman, bara bro. Það ekki fucking competition. Líka bara, veist, þessi slag var geggjar en ógeðslega heimskulegur. Bara kryptonite dust. Bara eitthvað, þú veist, bro. Já, af því að ef að Batman og Superman að fara í slag, bara sorry eins og segir. Nei, það ekkert spennandi. Nei, ekki neitt, sko. Þannig að mér fannst það svona glata tækifæri. Þetta var bara ein slime creative decision hjá whoever the fuck was there. Sorry, ég að blóta hérna, guys. Þú mátt segja svo I get passionate about these things, sko. Þannig að ég að fara að blóta. Getur bípa? Nei, þú ert ekki bara að nenna því. Það var ekkert klipp, ekkert bípa. En svo kemur Suicide Squad. Já. Hvað er þetta hún? Trailerin var geggjaður. Besti trailer sem ég sé á aðeins minni. That's all I have to say about that. Nei, þú mátt ekki hætta. Það var pirrandi léleg mynd því ég alveg bara svona shit maður, hún geggjuð, Will Smith var fucking geggjaður í henni, skilju. Will Smith bara geggjaður. Hann bara, sko, líka mæli með áhörendur tekja á þáttaseríu sem heitir Honest Trailers á YouTube. Mæli með að sko Honest Trailerin á Suicide Squad. Frábært efni. Ég þarf að tekka því. Hefur ekki séð Honest Trailers, oh my god, hefur ekki séð neitt af þessu? Jú, þú gluggaði þetta eitthvað tíma. Ég kannski séð eitthvað svona eitt og eitt, bara eitthvað brot. Mælum að horfa og þetta er frábærlega skriftaðir þættir og bara gott grín, sko, og þetta er svona filmmakers joke, sko. Og það er svona ein sena í myndbandinu, það sem að, þú veist, þeir eru svona, basically, þetta er þáttur þar sem þeir taka trailera og eru bara svona ógeðslega honest og eru bara svona gera grín af trailerinum einhvern veginn. Það er svona basically hvað þetta er. Og það er svona segment í Suicide Squad Honest Trailerum, þar sem þeir eru svona þar sem að Will Smith er ofan á einhver bíl bara svona skjóta og þeir eru bara and Will Smith is desperately trying to save his movie on his back eitthvað það er bara fucking hilarious, þetta er svo satt, sko, já. Og þetta er bara, veist, Will Smith carried that shit bara því að Will Smith er bara gaman að horfa all the time. Ok, þannig að þú fílaði trailerin, þið fannst hann geggjaður. Þetta er besti trailer sem ég séð. Svo séu myndina. Já. Og þetta var bara skellilegt, sko. Hvað er svona skellilegt við hana? Ég get ekki, þú veist, það er langt síðan síðan og ég bara vil ekki horfa á hana aftur, sko. Hún var leiðileg. Já, þetta var bara léleg mynd, skilur, það var bara eitthvað skrítin mynd, skilur, það var bara eitthvað corporate put together piece of shit dæmi, skilur, sorry, ég er verið svolítið aggressív núna. Þú er svo æstur, ég fíla það. Þetta var, as far as, Jokerinn og eitthvað, þetta var bara eitthvað. Hvernig varst þið Jared Leto sem Joker? Bara skrítin as fuck, sko. Þú varst bara hlæg. Já, það var bara eitthvað, I appreciate it, skilur, en hann bara svona, þú veist líka, come on, hvað ætlar að gera? Þú veist að followa Heath Ledger sem er bara eitt besti Joker sem hefur verið gerður og bara besta bíómynd með Joker í sem hefur verið gerð, skilju, og þú ætlar að followa upp eftir það og væntanlega er þetta aðeins meira flamboyant og cinematic og bíómyndalegt, skilju, sem allt gott að gefa. Mér finnst hann lúkka geða cool og þetta var alveg, ég veit ekki maður, þú veist, satt að segja verið bara pirrar að pæli í. Ok, ég var samt að segja þetta saman til Suicide Squad, að ég er alveg samanlega, þetta er ekki góð mynd, langt frá þjóra góð mynd. Ég fílaði trailerin, ég var alveg pínu spenntur. Ok, trailerin var geðveikur. Já, með Jared Leto, ég myndi aldrei segja að vera góður, en ég var samt að vikandi, ég er svo mikil djókumæður, ég elska hann karakter. Mér var samt ekki leiðilegt að horfa á hann. Nei, ég er alveg samanlega, sko. Skilur, mér varst hann það skemmtilegasta við þessa mynd. Ég var að segja. Þó fólki já, fannst þið Jokerinn skemmtilegast þessa mynd? Mér fannst Joker, ef ég þarf að velja eitthvað svona ljósanpunkt, þá fannst mér Jokerinn skemmtilegt parturinn af Suicide Squad. Já, áhugavert. En það er nefnilega líka málið. Þeir hefðu átt að hafa hann í myndinni. Já, það hefðu átt að vera vondikallinn. Hann sjúhornar inn bara sem clickbait fyrir bíómyndina, skilju. Og hvað var málið með þess að, var þetta ekki eitthvað svona par sem voru vondukallarnir eitthvað, það var eitthvað svona CGI drasl. Ég líka bara það sem að myndin gerist, ég man ekki eins og hvað hann gerist, en þetta er svo ljót borg, það er svo ljótt lúk á myndinni. Það er allt döl við hana. Það er alltaf reyðast upp fyrir mér, já. Það var alveg bara, og big beam in the sky, like always. Það er klassík. En hvernig fannst þið Joker með Joaquin Phoenix? Vá, já, það er góð spurning, maður. Hvað er það? Herðu, sko, frábær mynd. Og ógeðslega provocative mynd og ég held að ástæðan af hverju critics brugðust svona hart við og voru ekkert eitthvað að reyna stiðina var út af því að þetta smelt á okkur punkt sem let fólk líða óþægilega. Þú veist, og argumenti var að þetta svona
war cry fyrir svona fólk sem að reyna að hugsa að gera eitthvað harmful út af því að þeir eru ósátt með hvernig hlutin eru, skilur sem alveg fair, en þú veist, þú ert ekki að dæma bíómyndan út frá hversu sterk skilabóðin eru og hversu effektiv þau eru, skilur. Ég meina, fólk var rætt á hún og sínt. Bara ekki sína sem mynd, fólk verður bara að klikka, það er bara að fara með eitthvað opilsverk. En það eru til þetta spilar inn og til þess svo mikið fólki sem líður ógeðslega illa í samfélaginu og þau eru með svona draumóra að bara segja að fokka sér og bara koma með eitthvað statement hvað þeir finnst ástandi á öllu, skilur. En finnst þér að kenna þá bíómyndum svoleiðis? Alls ekki, það fálega. Þetta var svona gæinn, hann klikkaðist á Dark Knight Rises. Já. Ég held að vera í Bandaríkjunum, ykkur bíóhúsi þar. Slátar þessu liðið mér, já. Byrja bara að skjóta fólk og eitthvað. Skellilegt, sko. Auðvitað það skellilegt, en eitthvað, ég var að kenna Dark Knight Rises um það? Nei, ekki. Og hvað, ég þá bara banna sína einhverja Joker-mynd að því að kannski mögulega á eitthvað þetta að klikkast? Já, en þú veist, ég held að argument það bara út af því að, þú veist, út af því að þessi bíómynd það áhrifamikil að hún áttur að ýta undir fólki sem þar. Sem tæft. Já, sem tæft. Og hafa meiri áhrif á það. Og nú ég ekki að segja, þú veist, það ekki on the responsibility á bíómyndin á neitt hátt, skilu, það er ekki að fara að gera neitt endilega, það er fálegt að segja bara við ættum ekki að sína út af þessu, skilu en þú veist, en það er samt líka bara sannleikurinn, skilu, þessar bíómyndir eru geggjar, þær eru áhrifamiklar og það gæti haft þessi áhrif, skilu sem ógeðslega skeri hlutir, skilu og þannig ég skil alveg að fólk með það álit að bara þetta sleppa því, skilu. Hvað áhrif hafði hún á þig, þessi mynd, Joker? Herri, ég var nýbúin að rífast til félaga minn án ég fór á hana og það svona svolítið fucking tók að mér. Ég er mega pirrar út í hann, sko. Aha. Já, þetta var eitthvað leiðilegt eitthvað argument, ég ætla ekki að fara út í það. Það var ekki að útskýra það, og ég var alveg auðvitað með mín, sko, þannig að ég eitthvað svona, þetta var bara rétt á hann bíómynd. Þannig að ég var alveg svona svolítið þungur sjálfur því ég fór á hana og þetta er alveg þung mynd líka. En ég alveg svona, ég gat hort á hana bara út frá, mínum svona, sem bíómynd áhuga maður, skilu. Og ég var alveg, það var bara frábær mynd, skilu, og já, ég bara, með tónlistinn og allt, en þú veist, satt segja, fíla ég ekki of þunga myndir, sko. Fannst þú að vera mjög þunga? Já, þú veist, ég er ekki að fara að chilla og horfa á hana heima, ekki bara, best að slaka og horfa á Joker og njóta kvöldsins. Nei, það er að vera gírar upp í þetta, skilju. En þú veist, sum atriðanna voru, þú veist, bara comedy í þessari mynd. Eitt af besta comedy sem ég séð, sko. Þú veist, sum momentanna voru bara genius. Já, svo svartur húmor. Já, vá, eins og atriði þegar dvergurinn, spoiler alert, atriði þegar dvergurinn komst ekki út og hann þurfti að fá Jokerinn til að, þú veist, opna fyrir sig hurðina. Það er fyndið. Það er eitt að finnast það, bara ég er ekki að tjóka, þetta er one of my favorite movies since ever. Það var svo brilliantly done og ég var bara svona, ég var í sjokki, vá, hvað þetta bara tónninn og allt bara og hann svo grínast það við að loka og ég alveg bara, hann var svona on the edge of your seat en líka hlæjandi, ég bara svona, þetta náði mér að hátt sem voru að fá að bíómyndir hafa náð mér, skilju. Þetta er rosalega vel gert að því. Fárlega vel gert, sko. Í alla staði, af því þú líka sem áhörandi, þú ert nýbúin að sjá hann drepa mann. Og þú veist að hann er mjög óútreiknanlegur. Já, einmitt, þannig að það er nefnilega málið. Og þú ert alveg bara svona, ok, er hann að drepa hann eða ekki? Algjörlega. Hvað er að fara að gerast? En samt fyrst mér þetta pínu fyndið líka. Einmitt. Þetta er ástæðan af hverju til dæmis Game of Thrones voru ótrúlega góðir. Óvissa í bíómynda er ekki hægt lengur. Ekki hægt, það sjaldan gerist. Þú ert aldrei að fara að láta áhörnundin elska protagonist og síðan drepa hann. Þú skæði meina. En í þessi tilfelli þá varst alveg svona ógeðslega investið og þú vissir ekki hvað var að fara að gerast og þess vegna til dæmis eins og Game of Thrones þau voru bara drepandi gaurar left and right og það er það sem gerði þættina brjálæslega út í þetta sjokkfaktorinn og svona developa einhvers konar tengsl við einn karakter og svo er hann bara drepinn og þú bara finnur fyrir því veist, og það er enga bíómyndir sem bíómyndir ekki byggða þannig upp þau þurfa alltaf að hafa protagonist sem þú elskar þau eru aldrei fara að drepa hann, skilju þess vegna elskaði Game of Thrones við það sem það var þannig til létan en þessi sena var góð þannig lýsingum út af því að óvissan er svo sjálfséð sem bókstala er bara on the edge of shit, veist því hvað er að fara að gerast og þú veist, já, þetta gerist ekki oft í bíómyndum. En þú talar þú kannski ekkert svakalega hrifin af þungumyndum eða eins og þú talar Joker. En eins og hryllingsmyndir. Hefur þú gaman af þeim? Eða er það eitthvað svona einum og mikið svona eitthvað dark og þú vilt fyrir eitthvað skemmtlara? Ég er náttúrulega ógeðslega áhrifagjarn strákur. Og þú veist, ég hef hort á endalaustar hryllingsmyndum. En ég reyna að hallast frá því. Og því ég er bara svo ótrúlega viðkvæmur. Ég er talað það, síðasta bíómynd sem ég fór á var Conjuring 2 í bíó. Ég hef ekki farið á hryllingsmynd síðan. Ég er ennþá bara fucking skart eftir þessa mynd, sko. Já, hafa hryllingsmyndir svona svakalega áhrif? Já, ég með dreymir illa, ég þarf að sofa með kveikljós, sko. Það er bara, the shit is real. Ég er með svo ógeðslega sterkt ímyndunarafl, fattarðu. Þannig þegar ég sit einn í myrkrinu, þá sé ég bara 5 gaurar, skilur, í kringum mig, eða 5 fígúrús, fattarðu.
sko, ef ég er búin að sjá nunnumyndina, Conjuring 2 eða eitthvað, þá sé ég bara nunnuna og mér líður svo nunna að segja hérna og ég bara herbygginu. Já maður, skelfilegt sko, þess vegna ég bara I don't do it, þetta er bara vibes, þetta er bara energy sem bara hefur ekki hvað áhrif á mig, þannig ég er bara svona I can't sko. Þannig þú forðast það, og það alveg sama hvernig hryllismynd eða aðalega draumyndir? Þú veist, gætur hort á vampírmynd eða varalamynd? Já, ég get alveg, þú veist, ég get alveg slasher horror, þannig sé sko, eftir fyrir því hversu vel hún er gerð, skilju, sem maður gerða það vel að maður er bara shit scared, en fantasy horror er það sem gets me, skilju, en þú veist, svona real life dæmi, ég get það alveg, skilju, það er minna scary út af því að, þú veist, ég veit ekki hvað það er bara svona fantasy horror er það sem bara scares the living crap out of me, sko. En við farum í eitthvað svona sem að svona mitt að milli, kannski verður eitthvað svona thriller og horror, eitthvað til dæmis svona Seven. Já. Fílar svoleiðismynd? Já, það er geðveikt stöf, skilju, og ég get það alveg, sko. Því hún er alveg, sömmynd og kalla hann hryllismynd. Mér finnst það meiri thriller, sko. Já, ég er 100%, ég myndi segja að hún var bara thriller, en þú veist, ég held að betri dæmi fyrir þetta er hérna Invisible Man. Já. Ég held að það er horror, thriller, 100% skipting, sko. Hvernig fannst þér hún? Frábær. Og fannst hún hafa slæmáhráði? Nei, ekki, eitthvað lítið skilur, en ekkert með Conjuring 2. Já, ég skilur. Ég gat það alveg, sko, þetta var alveg, hún bara, ég veit ekki hvað þetta er maður, þetta er gett skrítið, bara draugar, ófriskir og þetta dæmi, fokka meir í mér heldur en, eitthvað svona science, út í þetta reyni var þetta science fiction horror mynd, skilur. En svo líka, það sem ég er svo áhvert við þetta, því ég er mér hreinu hryllismyndum, að því mér er svo magnað. Hvað er að þér? Ég er skrítinn. Það sem ég er svo magnað er að þú getur rætt mig með eitthvað sem ég veit er fake. Já. Skilur og þegar ég náði, það er mjög sjaldgæft fyrst mér að hryllismyndir náði því. Já. Að ég er búin að horfa alveg mjög margar af þeim. Já, þú er alveg samt alveg jump scared, skilur, en þú er aldrei svona hræddur þegar þú ert að labba heim eftir að sé bíómyndina. Þú veist, það bregða einhverjum með skítlétt. Já, einmitt. Það geta allir gert það. Já. En að búa til alvöru hryllismynd sem er hryllingur og hún situr í þér. Skilur gett, já. Og þeir líður bara þess illt í sáluna. Já, einmitt. Af hverju myndir að horfa á bíómynd sem er illt í sáluna? Hlusta á sjálfa, þetta meikar ekki sens. Já, það meikar. Hvað ætti að gera sjálfur? Mér finnst það meika sens. Pain. Mér finnst það meika sens að þetta er náttúrulega bara list. Já. Og ef þú getur gert list sem hreyfir svona mikið mér, ég tek hattinn ofan fyrir þér með það. Ég bara geti ekki verið meira samanlegar. Skilur þau? Já, þegar þú skilur svona mikið emotional, skilur reaction í áhorfendunum eða manneskjum sem er consuma the art, algjörlega. Þetta er svo það er respect, skilur. Þú væntanlega ekki séð Hereditary, hefur þú séð hana? Nei, ég mun halda mig frá henni, ég veit hversu góð hún er og ég ætla ekki að gera sjálf mér, I ain't doing it, sko. Ástæðurinn nefni hana. Ég veit hversu góð hún er, sko. Já. Það er því að, ég er ekkert á spoilinni, en ástæðurinn nefni hana, það er alltaf hryllismynd. Að því að hún er það sem ég kalla alvöru hryllismynd. Já. Hún snýst ekki það að bregða þær á 10 sekúndar fresti. Eins og sé, það er skítlétt. En þegar myndin er búin, þú veist, það er óþægindi. Hún er líka, en hún er líka byggt í gegnum family trauma, past family trauma, það er svona, það er hvernig hún er struktúruð. Jú, þessi leikstur mjáhárið, þetta er bara ungu gæi, hann er búin að gera einu 2 myndir. Hereditary og Midsommar. Midsommar er líka... Ég er búin að ætla að horfa á Midsommar, sko, því að, þú veist, hún lukkar mjög interesting, sko. Hún gerist að mest til þetta deytir, já. Þú verður ekki hræddur. En það sem er svo áhugavert við þetta er þessar báðamyndir, hvernig það tækla sorg. Sorg er svolítið svona stórt þema hjá báðamyndum og það verður svona þrúgandi andrúmsloft í þeim báðum. Já, mourning, eða ekki? Jú, að mourna sirkja eitthvað. Já. Ég sé þetta, ég er búin að fræða mig mjög mikið báðar sem myndir, sko. En ekki séð þær? Nei, ég veit rosa mikið þær báðar, sko. En já, algjörlega, þetta er... Ég mæli með eins og Hereditary, hún er svona, kannski svona meira skeri heldur en Midsommar. Þetta eru rosalega áhugaverðar myndir bara að horfa þetta sem list. Já. Þannig ég myndi alltaf mæla myndi tjekka það. Ég held ég búin að horfa á breakdown af Midsommar, en ekki myndina sjálfa, bara því ég am interested, I'm fascinated. Þegar einhverju nýju leikstur koma að sviði sem eru með eitthvað a different tone, a different feel, skilur, þá er ég fascinated, sko. En þegar þú hugsaður bíómyndir og hugsaður eitthvað sem, hvað þær gefa þér, að það er misjant hvað fólk leitar að. Þetta er svo, ég er búin að komast að sérstaklega þetta podcast, ég tala svo marga, og ég er búin að hugsa svo mikið þetta, að það sem skiptir mig mestu máli, alveg sá hvernig bíómyndir horfa á, það eru persónur. Ég verð að hafa góða persónur. Af því ef ég tengi ekki, þá getur hann sleppti á horfmyndina. Skilur við. En svo aðrir sem kannski pæli, wow, hún er svo visually stunning sem það er bara nóg. Hvað ert þú með það? Já, þú veist, protagonistinn þarf náttúrulega að vera, þú þarft að tengja, skilur, þú þarft að finna, þú þarft að care about the characters essentially, skilur við.
sorry með alla ensku slettunum mín en ég get expressa mig betur á ensku og tala ensku eins og þú vilt já, það bara, þú veist, ég hálf enskur þú veist, það góð afsökun en hvað þú staðið með þetta, þegar þú horfir á bíómyndir ég veit ekki hvað það sækist í, er það skemmtun nummer 1, 2, 3? Já, ég er bara I'm trying to be entertained, skilur ég get hort á bíómynd og ég ekkert eitthvað invested in í aðal karakterunum en ef heildar bíómyndin þú veist grípandi, skilur, þá ég alveg góður ég þarf ekki endilega geggjan protagonist, skilur, það bara bíómyndan í heild sinna að vera, að skilja eftir sig, skilur ekki illt í hjarta eitthvað gott, ég vil bara I want to be fascinated, skilur jákvæð upplifun ekki endilega jákvæð, ég vil upplifun fattaru og veist, já, það er rauninni sko, þannig ég er ekki alveg beist í karakterunum, sjálfsögur það sem hjálpar að bíómynd skilur að vera góð þetta er heildar unit fyrir mig, skilur bíómynd getur verið geggjuð og protagonistin er ekki eitthvað geggjast að dæmi heimi, hann er bara öðruvísi eitthvað en oftast er hann geggjar í bíómynd það er rosa stór partur af bíómyndinu sko, er hversu mikið og tengi við hann sko. En eins og þú talar Nolan á hann já. Er það svo Dunkirk? Já, mjög góð punktur til þess að hana, hvernig er hún? Áhugaverð ég var, þú veist, markmið hans með þeirri var að transita þig inn í þessar aðstæður og þú þekkir eitt náungaðin hliðina þú þekkir eitt þess að gauðra, skil, þú ert bara eitt annað og veist, fattur og það, veist, ég skil alveg hans approach að gera þannig og þú veist, maður var svona left wanting, skilur, you wanted to care more eða veist, finna fyrir meiri tengingu við manneskunar en það var bara ekki hvernig þetta var, skilur og þannig ég ber virðingu fyrir því þegar maður gerði út í að veist, þetta er ekkert eitthvað eðlilegur hlutur að gera í bíómynd, skilur, að leyfa ekki að kynnast aðal karakterninum á neittnátt líka við, sko þannig að þú veist, mér fannst hún ekki, þetta er ekki uppáhaldsbíómyndin minn eftir hann, skilur, því að þú veist ég var, já, kannski Hvernig leiðir þú, bara það myndi á búin þú var bara á bíónu, hvernig leiðir? Það var ekkert, þú veist, eftir á ekkert, skilur, ekkert eitthvað það mikið, skilur en ég man þegar ég var að horfa á hana var ég bara, holy shit ég er í stríði, skilur, ég var transported into it, skilur, bara sound designið þegar flugvélina voru að berjast, skilur, ég var bara, wow, ég var svo bara deeply engaged, skilur mér leið bara eins og ég var að upplega stríði, skilur, sem held ég það sem að markmið hans var, skilur og því að, já, ég fann fyrir því en, þú veist, eftir á, þú veist það var ekkert eitthvað saga þarna, það var ekki einhver karakter sem kendi eða kom einhverju áleiðis en ég fann fyrir því hvernig þetta atvik var þegar þetta átt sér stað, skilur sem er í rauninni hvernig þú vilt að fókusin sé þegar þú ert að gera eitthvað sem gerist í real life þú vilt ekki að fókusin sé á einhverju karakter einhverju made up character með made up backstory þú vilt að hann upplifi það sem fólki gekk í gegnum, skilur sem er, held ég, það sem ég gerði essentially. Mér finnst það ástæðan ég nefni hana af því ég hef búin að rökra þessa mynd svolítið við marga. Áhugavert. Ég fílaði hann ekki. Já. Af því að þú fær ekki all karakterinn til að vera eitthvað charismatic motherfucker, sko? Hann þarf ekki að vera svakalega charismatic en málið er að ef ég er að horfa á bíómynd og mér er sama allir myndinni Já. Þetta er bara mín, það sem ég spyrja bara fannst ekki smá, varst ekki alveg bara smá þú varst búin að vera með hann alla myndina ég sé ekkert um hann að gæja, ekki neitt og ég er ekkert að segja hann eftir að stoppa og segja ævisöguna sína en fannst ekki smá í hjartanu þegar fannst ekki smá í hjartanu þegar gaurinn dó þarna á bátnum þegar hann rak hausinn í, spoiler fannst ekkert fyrir því? Ég man ekki hvað hann hét, ég man ekki hvað hann leit út hann bara strákur sem hoppa á bátinu og svo fucking dó hann slisa, skilur það er ekki nóg fyrir mig en ég var mjög marga vini kunningja sem elskar sem mynd og þeim fannst þetta bara ógeðslega flott og þeir eru að tala nákvæmlega saman þú það er bara fjallum með hann atburð þeir eru bara hent í hann og þú segir að þú kannski þekktur hitt gæfi hliðin og allt það ég skil það alveg en ég leit ekki að því í bíómynd nei. Og svo er annað líka með Dunkirk ef að þú myndir ekki vita neitt seinni heimsstyrjöldina ekki neitt heldur þú hefði haft gana sem mynd þú sérði ekki eins og vondakallinn þú veist þjóðverðinir, nasistarnir kom í lokin, sér held ég einhverja 4 eða eitthvað veist, þetta er, mér finnst náttúrulega byggja hann svo mikið á bara, þetta var svo hræðilegt stríði var hræðilegt, það var hræðilegur atburður það er mín persónulega skoðun ég hafði, to be honest, ég hafði ekki ógeðslega mikið vita á atburðunum sem átt sér stað, sko ég veist hvað rétt en þú veist, setja heimsklýsið, nasistar og allt þetta, þú ert með eitthvað svona grunn í hausnum þegar þú sér þessa mynd mér finnst náttúrulega bíómyndir að geta staðið bara ein ára sér án þess að hafa eitthvað þekkingu að kunnáttu á okkur atburð sem gerðist í kringum myndina ég veit ekki bara þögn núna ég veit við erum svo djúpt hugsi greðalega, sko ég veist
Já, ég veit ekki alveg hvernig ég að responda við þessu, sko. Ég, þú veist, hvað hefur viljað sjá þá frekar? Það sem ég vil að sjá eitthvað persónusköpun. Já, einmitt. Og persónusköpun getur alls konar. Já. Og það þarf ekki að vera að aðal karakterinn sé ógeðslega nice guy og ég bara eitthvað elskan. Það sem mér finnst það að versta bíómyndum. Já, smá meira character development, svo þú getur fundið meira fyrir því. Ég þarf eitthvað smá tengingu, ég ætla að koma aðra með. Ég get alveg verið sammála því, sko, því að það hefði bara hjálpað, veist, þér að tengjast meira atburðunum sem að gerast, sko. Já, en máli að persónuskapa í handritum ekkert auðvelt. Sérstaklega gera það vel. En það einu mynd sem ég dettur í, sem tundur nefni hana, ég hliðin á Dunkirk. Okay. Að því að hún... Ég er svo spenntur, sko, ég með smá svona tís á hann í segjum að því hún rosalega mikið bara svona áfram þetta bara svona eitt stórt hasaðrið mist alltaf að bera hana saman Dunkirk en ég fekk samt nóg til að grípa eitthvað í og það Mad Max Fury Road. Áhugavert, já, einmitt. Þú séð hana væntanlega? Já, ég sé hana. Mér finnst hún samt ekki vera the darling of the action film genre, sko, eins og þetta finnst, sko, nei. Mér fannst hún ekkert eitthvað, þú veist, mér fannst hún frábær, skilur, ég ætla ekki að gera allar ræðið hana, hún var frábær, en ég var samt, þú veist, minnst hún ekki the masterpiece sem allir að gera nút fyrir að vera, sko. Mér fannst hún geðveik. Rosaleg. Þetta alveg, sko, þetta geggjum mynd, skilur, en minnst hún ekki vera, ég náttúrulega tala út frá bara cinematic experiences, skilur, og mitt cinematic experience var bara cool, skilur. Þú labbar út á bíó og varst bara, þetta var bara töff. Já. Andliti mitt náttúrulega næst ég bara brann af mér, sko. Ég hef sjaldan farið í bíó og verið svona blown away, sko. Ég held að heimurinn bara var eitthvað sem ég... Varst ekki fíla? Já, ég held að hann náði mér ekki, sko, to be honest. Fast reyðumörkinni, allar lita bensíni og vatni, skilur við eitthvað. Já, þetta bara, ég held að settingið skiptir svo miklu mál fyrir mig í pæli. Ég uppgötuð eitthvað sjálf með það. Ertu ekki mikið fyrir svona post-apocalyptic myndir? Jú, nefnilega, sko, ég fíla alveg, en aldrei eitthvað, þú veist, það har aldrei verið eitthvað geggjað sem ég eitthvað svona, að elska svona setting eitthvað, en þú veist, ég fíla allt svona framtíðar, futuristic, skilur, scenarios framtíðan á science fiction, skilur, ég fíla það alveg, en ég man bara eftir því, sko, mér fannst þessi mynd svona bara góð, skilur, og bara geggjuskemmtun og bara visually, bara magna dæmi, skilur. En minnst það er líka svo áhugavert þegar maður er að tala við fólk, eins og mér er svo gaman í þessu podcast, ég hitt alls konar fólk að tala við það. Mér er svo gaman líka eins og mín upplifun á Mad Max. Og bara allt öðru sem þín. Og mér finnst það svo geðveikt. Það er svo gaman, bara eitt verk hefur svona mismunandi áhrif á fólk. Já, algjörlega. Eins og með hryllismyndir, þú veist, þú verður kannski eitthvað ekstra hræddur, ég ekki eins, þú veist, mér finnst það bara áhugavert. Þetta er skemmtilegt, sko. Þetta er bara, bíómyndir er skemmtilegt form. Listform. Þetta er skemmtilegt, sko. En eins og þættir, horfum mikið á þætti? Já, þú veist, bara eins og góð bíómynd, góð þáttur, skilju. Í rauninni var ég til að konsúma það í bíóhúsi, skilju, en já, það er til svo, þú veist, þetta er, þú veist, þáttagerðir orðið svo ótrúlega sterkt með hvernig þetta var bara piece of shit í gamla daga, en núna alveg bara svona, núna er, þú veist, svolítið búið að sína sérstaklega með Game of Thrones að þetta getur orðið bara meiri moneymaker heldur en bíómyndina, skilju, sem er geðveikt, sem þýðir bara betri, þú veist, lengri þáttagerð, skilju, og meiri gæði. En svo, þú talar Game of Thrones á hann. Já. Er það svona einu af þeim upp á státum? Já, að mínum að þetta, svo leiðilegt að segja þetta og þér klúruðu lendingunni, að klára þættina og því að þið voru að drífa sig að gera Star Wars. En að mínum að þetta Game of Thrones er bara eitt besti þáttur sem hefur verið gerður, skilju. Þessinn bara skemmtun og entertainment. Og því að, þú veist, ég hef aldrei upplifað sem ég upplifað með að horfa á Game of Thrones. Aldrei. Mér sammálaður. Þú veist, Red Wedding scarred me, skilju. Varstu með að lesa bækurnar? Nei, ekki neitt, sko, ég kom alveg tómur inn, sko. Já, þannig að þú vissir henni ekkert hvað það gerast. Ég var alveg bara, ég horfði á þetta, ég bara, og ég var bara, næstu dagar var ég bara labbandi, bara hérna, skilur, pældi, þáttur gerði þetta í mig, skilur, og ég appreciate þetta út í að sjokkfaktorinn, þáttur að aldrei gert það við mig, ég bara svona, eftir það verið bara Game of Thrones fucking lit, skilur. En málega er að ástæðan fyrir það hafa svo mikil áhrif á þig. Þar þér var ekki sami Robb Stark. Já, maður. Hann var líka svona, þú veist, það sem þið byggðan upp sem einhvern veginn the main protagonist í þáttunum og svona, hann er að fara, þú veist, fucking hann er bjargvætturinn, skilju, og maður var bara þar og svo þetta gerðist. Ég gleymis ekki, maður. Ég gleymis ekki. Ég horfði á þáttinn bara strax og kom út. Svo eitthvað svona, já, ég leit ekki kærastan minni vita á þeim tíma. Ég bara, já, ég hef ekki að horfa á Game of Thrones eitthvað. Svo var ég að taka hana upp, skilur. Viðbröðin. Já, því ég var að horfa á náttúr, ég leta hana ekki vita. Ég bara, já, ég ekki að horfa á Game of Thrones eitthvað svona, eins og ég sé að horfa á í fyrst skipti. Og svona, var með símar hérna og hún bara eitthvað, og horfa mig upp, Alex, eitthvað hérna. Hún fekk bara nett taugafall. Geðveikt, sko, ógeðslega gaman.
En mér varst það svolítið gana því ég var búin að lesa eitthvað af þessum bókum. Já. Sérst, ég kynnist Game of Thrones ekki seríuna, en Lastu svo bækuna eftir á? Ég las síðan fyrstu 3 ár, kannski milli seríu 2 og, nei, 1 og 2. Ok. Það leiði þarna ára á milli, þá las ég fyrstu 3 bækunar. Þannig ég vissi að Red Wedding var að koma. Já. En mér varst ógeðslega gaman að sjá, þetta var vel gert í þáttunum. Já. Og gaman líka að sjá viðbrun hjá fólki, sérstaklega kringum mig. Gauð, þannig að þú fekkst ekki upplega Red Wedding, þú vissir það? Ég man ennþá eftir því þegar ég las þetta, ég var stattur út í New York og ég var í þvottahúsi, ég var að fá föt mín og ég sat í glugga þar að bíða eftir þvottavélinni. Þar upplifði ég þetta. Þannig ég fékk í rauninni bara eins sjokk á þú, bara aðeins öðruvísi. Alltaf þessu form. En mér finnst þér ótrúlega vel hefna þessu þættir. Þetta er bara eitt besti þættir sem hafa verið gerðir og þess vegna er svo sorglegt að þeir þurftu að drífa sig að klára þetta. Þú veist, ég bara... Síðasta serían? Já, það var, þú veist... En það sem ég held að hafa gerst þar er að það sem þeir hefðu að gera. Þeir hefðu að segja bara, herðu, við erum bara búnir að því. Þetta er alltaf gríðarlega vinna að gera það. Að þeir eru bara að segja, herðu, klára þú bara. Að þeir eru allt, ég held að svona sjónvarpsþáttum, svona stórum sjónvarpsþáttum, þá ertu með fleiri handriðsöfundum bara þá 2. Já. Þeir eru bara að rétta, bara láta eitthvað fór leikilinn, skilur við. Keys to the Kingdom, bara klára þú þetta. Já. Að því við erum bara búnir á því andlega. En þeir voru þetta var svo mikið stolt. Nei, við ætlum að klára þetta. Þá voru svo mikið að drífa sig. Já, ég hef aldrei heyrt þetta. Ég hef aldrei heyrt þessa nálgun á þetta. Ég sá þetta alltaf bara sem bara þeir vildu drífa sig að gera Star Wars, skilu, því að þeir eru algjöru Star Wars fanboys, eðlilega, skilu, allir nördar eru það. Og já, einmitt, ég aldrei hugsað þessa nálgun, já, þetta snýst að þeir fá standing ovation í endan. Ég er 100% áhugavert. Ég hugsaði aldrei að þetta væri ego-based dæmi. Ég held að þetta var meira bara eitthvað svona þetta er fascinating, sko. Þetta er sem ég held, þetta verður svona blanda. Mér finnst þetta mjög líklegt þegar ég hugsa út í það, sko. Þeir sögðu, það viðtalið á. Það var viðtal þegar þeir voru búin með eitthvað 4 seríur, kannski. Þeir voru spurðir, hvað ætlaði að gera þegar Game of Thrones er búið? Þeir sögðu báðir, við ætlum að fara að sofa. Skilu, þetta er bara þannig vinna, þetta er svo svakaleg vinna að vera sjórunir á svona stórum þáttum. Þannig ég get alveg ímyndum mér þegar þeir eru konið í seríu, ekki 8 seríur? Jú, þannig. Þá get alveg ímyndum mér þegar þeir séu bara eitthvað, herðu, ekki bara fara að drífa þetta á, mér langar líka bara að fara að gera eitthvað annað. Maður gerir þetta í 10 ár líka. En í staðin fyrir að segja, klárar þú þetta? Af því að það er alveg svo margt í síðustu seríunni sem hefði mátt fá að anda eins meira. Nei, sem þurft að anda, þú veist, þetta fucking character progression, sko, í þessu var bara eitthvað... Það gerir svo hratt! Þetta var bara 100 metra spretthlaup þegar þetta þurfti að vera fucking marathon, sko. Nákvæmlega. Og ég held að annar aðili, að þeir voru með flott tími kringu sig að skrifa sér þetta, það lið hefði getað klárað þetta bara. Ekki. Og við hefum kannski fengið þá 2 aukaseríur. Að því HBO, þeir sögðu bara, við viljum fá 100 seríur. Vinsæstu þættir bara sem hafa verið gerðir. Og þeir náttúrulega voru með það valdingun en þeir bara, nei, við ætlum að gera þetta svona. Þeir bara, við treystum ykkur. Já, HBO er svolítið þekktur það, bara stöðin, og þeir leifa svolítið artistanum að ráða, skilur við. Og þeir segja bara, við viljum bara klára þetta svona, þá bakka þeir bara, ok. Interesting maður, já, ég pældi í þessu, já, þetta er pottið verið þannig og því að gefa einhverjum öðrum kredit og líka bara labba frá og sína að þeir geta gert þetta án þeirra, það er mikið högg á því sem creator, sko, það er örgulega ég held að vera smá svona ego-based já, nei, 100% sko, ok, ég er svona pirraður út í á, sko, þetta er bara, þeir eðluðu besta þátt sem hefur verið gerður, skilu we're a fucking blow it, sko. En einhver aðri þættir sem fílar sem finnst bara eitthvað þetta er geggjastöf. Eitthvað sem þetta er í hug? Ekkert eitthvað off the top of my head, sko. Það er einhvern veginn allt svona fails in comparison. Ég meina, Mindhunter er bara eitt best svona dialog skrifaða dæmi sem ég hef bara séð, sko. Ég elska svona ógeðslega intellectual og líka personal based dæmi, skilur, því ég sjálfur er ógeðslega fascinated með bara hvernig fólk virkar og ég get tala endalaust það. Þetta bara svona hittað inn á það, sko. Bara þetta conversations þarna eru bara mín favorite conversation við annað fólk sem pælir í þessu, sko. Hefur þú áhuga á fjöldamorðingjum og svona? Nei, ekkert endilega það, ég er bara áhuga að vita hvernig þú fungerar og af hverju, skilju. Þú veist, þú ólst upp ákveðin fólkdur hinn eru X og það hefur áhrif X á þig og það gerir þig að bíómynd áhuga mann í dag, skilju, eða þú skæði minna. Eða, þú veist... Hvort trúðu þú meira á nature eða nurture? Skilju, hvort trúður á... Góð spurning. Gen? Já. Bara fæði svona? Já, þetta er 50-50, ekki 50-50, þetta er skipt. 50-50? Nei, það er vitlust. Þetta er skipt, skilju. Þú veist, við erum náttúrulega product of our environment, skilju, sem er ósað mikið þannig. En, hvernig ég lít út, skilju, mína gáur, þetta eru hlutur sem ég fæðist með, skilju. En þú sem persóna? Já. Bara hver Alex er? Já. Hvað ekki með það? Það er ógeðslega mikið umhverfi, skilju. Ég veit það bara sjálfur. Uppeldu umhverfi? Já.
algjörlega we're all reflecting our environment sko, það bara þannig. Í svo mjög áhugaverð heimildamynd sem heitir 3 Identical Strangers. Já. Hvað myndið þér? Nei, með rámasamt eitthvað í það. Þetta fjallar þríbura sem í rauninni ólust upp allar sér ykkur heimili. Já. Þeir vissi ekki á hverju öðrum fyrir að vera bara orðnir 20 eða eitthvað. Finna hvern annan bara fyrir tilviljun. Já. Og einn ólst á svona... Þetta mjög áhugavert. Fárlegt. Einn ólst upp á svona fátækara heimili, einn svona middle class og einn hjá svona ríkur fjölskyldu. Við var þetta sett upp eða? Já. Í alvörinni? Já, þú veist, þetta er náttúrulega ekki beint löglegt. Hæ? Þetta fókus að myndir svona það, þetta gerðist í alvörinni. Ok, voru það orphans og þeim var viljandi... Nei, Jú. Skipt fyrir the purpose of experiment. Og fólki sem var að ætlaða börnin, eða strákana, þau fengi ekki að vita af hinu tveimur. Wow. Og svo var fólk að fylgjast með þessum gaurum. Þetta er svo morally fucking... Ég veit það, en þetta er mjög áhugavert. Þó þetta sé, ég er ekki að segja ég styðji þetta. Nei. En það sem var áhugavert að sjá þarna er henni bara, þetta er spurningin, nature versus nurture, skilur við. Þetta var bara, þeir líta nákvæmlega út. En svo gaman að sjá munin á þeim þegar við vorum fullundir. Að því að fyrst þeir hittast, þá var þau bara eitthvað svona, vá, reykir þú þessa sígarettur? Ég líka. Fílar þú dökkar konur? Ég líka. Og maður bara eitthvað, wow, þeir eru bara alveg eins. En það var rosa mikið yfirborðskennt. Svo þegar fór aðeins lengur inn í myndina, og þá fann maður að sjá hvað uppeldi skiptir gríðarlega máli. Öllu. Þannig ég held að sé ekki eins og 50-50, sko. Nei, já, það er fair argument, sko. Og eins og ég segi, 50-50 er ekki rétt statement, sko. Það eru sömu hluti sem fæðist með og svo er allt hitt, þú veist, rosa mikið bara hvað að vera exposed, skilur, í gegnum lífið þitt, í gegnum lífstíðina. Og maður er alltaf að díla, það er rosa mikið bara, þú veist, að díla alltaf, þú veist, konstantlega að vinna úr þín einn trauma þegar þú ert að alast upp, skilur. Og áhugavert að heyra að einhver hafi gert svona ógeðslega siðblind experiment. Þú verður að sjá það sem er. Já, það hljóma mjög interesting, sko. Og mjög áhugavert, sko. Já, Jesus, maður. Þú veist, ég vil að fara dýpra kannski í efnið í þessari mynd, en sem svona smá, eins og segja, þetta er svona svolítið skrítin tilhörun að, og ég veit ekki hvort ég held að þetta sé ekki löglegt, sko. Nei, pottet ekki, skilur, og líka bara way to put a child, þú veist, í eitthvað svona fátækt for the sake of your information, bara En ég er svona að taka fram, hann fór ekki alveg eitthvað, nei, það var ekki eitthvað alveg á götunni, skilur en það var, þetta var svona skipting. En samt sem áður, það líka er ekkert endilega, fjárhagslega staðan af þínum foreldrum, er ekkert endilega að segja til gott uppeldi, þú getur verið með ríkustu foreldrar heima, en samt eru þau bara gjörspilt og fucking ógeðsleg, skilur sem foreldrar fattur. En það sá maður, að þess að segja, það voru 3 fjölskyldur, ríkasta fjölskyldan kom ekki endilega best út úr þessu. Nei, gæinn sem virtist koma best út úr þessu, var svona sem átti pappa, sem eitthi svo miklu tíma, sýndi honum áhuga, það skipti bara öllu máli. Bara 100%, sko. Það er ógeðslega stór partur að geta farið og verið með sjálfstöðu til að gera þín eigin hluti. Já, að vera með foreldra sem styðja mann. Stundu baki, það er þannig að þér, er það ekki? Jú. Já. Ég er með sterkt bakland, sko. Ég hef alveg bara, með þess að því ég var að kúpa bak, sko, það var bara, það er flott hjá þér, alveg, bara halda á hann. Það er svo virðingu verð. Það er fucking geðveikt, sko. Ég held bara því heldur sem ég verð, því meira er bara því ég stóð okkur hetjur, mamma og pabbi, sko. Þeir eru rockstjörnir, sko. En eins og eignast börn. Já. Þú ert barnlaus í dag. Já. En sérðu þið fyrir í framtíðina að þú eignast börn? Já, þú veist, maður vill það sjálfsögðu, skilu, þú veist. Ég held að það er ekki eitthvað að gera stökka klætt allavega, sko. Settle down, build a family og skilja eftir sig, skilju, þetta er alveg en þetta er ekkert ekki sækist í núna, skilju, en aðalatriði fyrir mig er að finna einhverja manneskju sem er svona, þetta er manneskju sem maður getur byggt eitthvað með, skilju, svolítið þannig, sko. Af því ég var til að vita svona eins og þú ert með einkennilegt starf, skilju, kannski ekki svona það sem kallast venjulegt. Nei, alls ekki. Eða hefðbundið, að þegar kannski kemur að þau eignast barn. Já. Þú veist, þú eru örugglega eitthvað að hugsa út í eitthvað, hvað myndi ég kenna barninu? Þú talar um foreldra þína. Þú veist, hvað finnst þér mikilvægt að koma áleiðis til næstu kynslóðar? Áhugavert. Það er spurning, ég er að grilla hérna, sálfræði spurningar. Þetta er my thing, sko. Þú fílar svona? Já, þú veist, ég veit ekki tala í bynni sko, þetta er my thing, sko. Hvað myndi ég vilja koma áleiðis til barnana minna, sko? Það er bara, þú veist, í rauninni ræði ég, þú veist, þetta er það sem auðvitað sker í eignast barn er að barnið gæti orðið bara fjöldamorðið skilur, if worst comes to worst, skilur, og það er auðvitað sker þú ert að fá einhverju mannskinn í lífið sem þú svona hefur áhrif á, en svo er líka bara svona unknowing variables í þessu. Hvað myndi ég vilja koma framfæri? Bara, þú veist
það sem var komið yfir á mig, skilur, sem bara, þú veist, heiðarlegur, skilur, honest og þú veist, góður, þú veist, þetta allt ógeðslega basic og venjuleg hlutir að vilja, skilur, en þú veist, það ákveðin gildi sem voru bara einstaklega mig sem ég myndi ekki svo ógeðslega vænt í dag. Ég myndi vilja gera það saman fyrir barnið mitt, sko. Bara passa að, hann góður einstaklingur og góður við náðan, sko. Það mjög fallegt. Já. Væri vangið, ég væri bara, hann væri til að vera algjör dúsbæk og alltaf bara að segja alltaf kjaft og fá því. Ástæður hugsa mikið núna því ég vona mínu fyrsta barn í janúar. Til hamingju, maður. Takk fyrir það, ég mjög spenntur. Og þetta var strákur. Stóri tíma, maður. Mjög stóri tíma. Þetta strákur? Þetta strákur. Heppin. Let's be honest, skilur við. Let's be honest. Við erum svo allir saman með barnið Nei, við erum ekki saman. Þú ert svo mikið bara, þú ert hérna undir borðið bara ég bara, já, ég er samt allir saman. En ég get alveg viðurkennt það, þegar komið ljóst á strákur, þá var ég bara, wow, þetta er geggjað. Því ég fíla rosalega marga hluti sem eru kannski titlaðir svona sem frekar strákaleir, já. En það sem ég ætla að kenna honum, númer 1, 2 og 3, ekki vera hræddur. Já. Og þá meina ég bara á öllum sviðum. Já. Ég er ekki að tala um að vera hræddur um að deyja eða eitthvað svoleiðis. Ég er bara að tala um ekki að vera hræddur við að sækja þessa vinnu eða bjóða þessa stelp út á date eða... Algjörlega, það er samt, sko, ok. Það er ógeðslega sterkur hlutur og að hafa foreldra sem þannig. Og það mun, þegar líður á æfina, þá mun það vera ógeðslega core kjarni, en 50% af þessu, ok, kannski 50%, en mjög stór partur af þessu er líka hvernig social environmentið þitt funkar að skilu. Þú veist, það getur haft gífurlega áhrif hversu vel þú dílar við hræðslu að þóra að gera hluti og þóra að follow your dreams og aspirations, sko. Þannig að, þú veist, en að hafa sterk bakland, það getur þó að segjum að social lífið myndi ekki gera gott fyrir barnið, sko, að ef þú ert konstantli sterkur, það mun að mínu mati, þú veist, það er alltaf mín einsla, það mun, þú veist, prevaila in the end, skilu, held ég. En það er mismandi fyrir því hversu mikið trauma og lendir í, skilu, þetta snýst allt trauma og experiences, sko, hversu vil þú næra að vinna úr því, sko, en þar kemur inn líka gáfunar, skilu, það sem þú fæðist með, fattur, og alls konar svona, sko. Mér finnst bara áhugavert líka því að ástæður ég segir hræðsluna, að ég er búin að hugsa svo mikið þetta, sérstaklega þessum tíma í dag, þessum tímum, COVID-tímum, og maður sér bara hvað margir hræddir. Og þá er ekki að tala bara hræddir við COVID, hræddir við óvissuna. Og það sem ég myndi segja það, strákið minn, ég myndi segja það. Ekki vera með grímu, eitthvað. Nei, kannski ég er að kenna mig eitthvað ekki lega neinum að segja þér hvað að gera. Þú gera það svona vill. Nei, alls ekki. Það sem ég myndi segja það er að við erum hérna á þessari plánetu lengst út í raskati. Við vitum ekkert hvert við erum að fara. Við vitum ekkert af hverju við erum hérna. Og við verðum bara hérna í ákveðin tíma, svo drepstu við. Þannig að okkur getur hann ekki alveg prófa að reyna við þessa manneskju eða hætti þessari vinnu eða fara að læra þetta, taka þetta vídeo eða... Algjörlega. Mér finnst það bara gott motto. Þetta er, já, algjörlega. Þetta er ógeðslega mikið perspektíf, skilur, þú veist, og ég talaði mikið þetta við félaga mínu, sko, þetta snýst allt perspektíf. Og það sem þú tala sko, þú veist, er svona perspektíf áminning hversu allt þetta shit er relevant, skilur. Eins og það við erum á einhverju plánutu, í einhverju geimi, fljúandi, skilur, og við erum inn í smá tíma, skilur. Og við vitum ekki neitt, það veit ekki neitt. Bara, veist, og líka eitt, skilur, sem ég minnum að bara, hei, þegar ég er dáinn, skilur, þetta er óslega dark, skilur, kannski fyrir áttalega stöðuna. En hérna, þú veist, þegar við deyjum og eftir 100-200 ár, þá engum eftir að vera sama, skilur. Þú veist, gerðu eins mikið og vilt þegar þú vilt að, þú veist, alltaf, skilur, út af því, þú veist, að halda aftur að það er bara versta sem þú getur gert sjálfur á þín eigin lífi, skilur. Það er bara hannig maður. Ég er nefnilega held að þegar þú eru gamall maður og eins og þú tala um að peninga og svona, að þú ert ekki að sækist þetta því. Ég er ekki að sækist þetta, en ég byrjar að vera, með aldrinu, ég byrjar að vera aðeins klárari. Ég er búin að ógeðslega kærulegs bara til að ég er búin að lifa bara einhverju svona svolítið extravagant lífi upp á síkastið, sko. Já, en það munur að vera skynsamur og reyna að maximæsa það sem þú ert að gera. Heldur nú sér bara að takmarki þitt nummer 1 og 3 er að græða pening. Já, það er steikt, sko. Það er steikt, en það eru margir í þeim sporum. Já, en það er til að við búum í samfélagi sem einhvern veginn segir að það er, þú veist, það sem er the definition of success, skilur, sem er fáralegt, sko. Já, en svo myndi ég, leksjar nummer 2 sem myndi kenna svaka leksir, sem myndi kenna stráknum mínum, er að þér á að vera drullu sama hvað öðrum finnst. Já. Og það er ótrúlegt hvað margir fastir í því. Já, það er algjörlega bara ógeðslega góð punktur og til að kannski draga það í land með það sem ég gekk í gegnum þar kemur inn baklandi, sko. Að þú veist, þegar ég fór að gera, þú veist, mitt eigið, þú veist, þetta er alveg skref, það sem þú ert svona að fara af stað og, þú veist, ég man bara því ég byrjaði að gera mitt eigið sitt, þú veist, en þá, þú veist, fyrst var ég svona hræddur
bara hvað fólki áttur að finnast og bara eitthvað svona dæmi en einhvern veginn var ég bara svo mikið eitthvað ég var svo ógeðslega öruggur með mig ég var það ekkert alltaf en bara ákveðin tímabúti í lífinu þegar ég byrjaði að taka skrefið að vera bara svona svolítið entrepreneur skilju að það var ég bara eitthvað ég var svo fucking þú veist sure of myself ég veit ekki eins og hvaðan það kom skilju en við vitum bara að það kemur frá skilju mamma, pappa, skilju og stuðningur þeirra og það ég ógeðslega þakklátur því að ég held ég hef aldrei geta verið bara eitthvað svona ógeðslega confident og fara bara út í að búa til eitthvað dæmi skilju on my own fatturu þegar hvernig maður ætlar að halda sig uppi og allt þessi hlutir og variables sem spila inn í að lifa góðu lífi skilju þannig að já, það er svolítið mér einslega á því sko þannig að þetta er góður ráð fyrir svona þín að heyra ég meina því að þú hefur væntanlega ekki getað gert það svo þú gerir í dag ef þú væri svona geðað mikið að pæla í hvað öðru fólki finnst já, sko þetta er svolítið contrasting út í að ég er creature of validation sko já, allan daginn sko okay. Þú veist, ég elska að elska og ég elska að vera elskaður og mér er ekki drullu saman hvað öllu finnst sko, mér langar að vera en málega ef mér væri það, þá væri ég held ég ekkert eitthvað þá hefði ég ekki byrjað að reyna að gera eitthvað öðruvísi skilur, því að í mótiveringi mín it's svolítið getting really into my deep psychology og my own trauma sko. Mótiveringi mín til að byrja með var rosa mikið til að sanna mig fyrir hverju? Fyrir fólki sem trúði ekki á mig en af hverju? Hverju skipti það? Það var important já, einmitt, þetta er mjög góð punktur skilju it's fucking irrelevant en þú veist, það var bara einhvern veginn svona með leiðans aldrei eins og ég einhvern veginn verið síður fyrir það sem ég var skilju sem var, mér fannst ég alltaf vera ógeðslega talented, góður, klár og veist, bara flottur individual og mér fannst ég ekki fá það eins acceptance frá samfélaginu mínu þannig að þegar ég byrjaði að fara á skarið á mín eigin vegu þá var ég svona, djöfull er ég að fara að sína öllum hversu, whatever it is I'm gonna do I'm gonna fucking show them how fucking good I am at it skilju og það var einhvern veginn bara algjört motivation og hefur eiginlega alltaf verið það skilju en í dag þá er þetta ekkert mikið, þetta er ekkert að halda mér gangandi og enda er ég að díla við ógeðslega mikið creative issues skilju út af því að þú veist, I need inspiration og motivation sko, út af því að í dag er fólk bara þetta er svo flott sem þú ert að gera maður, þetta er svo geggjað eitthvað hérna og svo aðeinslega myndir sem þú tekur og geggjað vídeóið þitt og ekkert eitthvað fólk sé að koma að mér alla daga skilju en þú veist, maður fær að heyra þetta reglulega frá fólki sem maður annarkvort rekst á einhverjum vinum eða vinum vina eða bara svona stundum random bara fólk niður í bæ skilju sem er allt gegg gaman, þetta er ógeðslega peppandi en þetta tekur frá mér skilju út af því að núna er ég að fá þetta validation skilju sem ég er að kreifa því og þá er ég bara svolítið stattur skilju og bara, já ég er bara drullu flott þetta er bara fucking cool vídeó sem ég er að gera og ég er bara drullu góður í því sem ég gera eitthvað hérna og þá er svona hvað næst skilju þú veist, er ég að fara að reyna að uppa game aftur og svona, já ok, jú ég elska það sem ég geri og ég hef ógeðslega mikið svona ástríðu fyrir kraftinu mín en svona, þetta er svona erfið hlutir að díla við sko. Mér finnst mér áhugavert, sérstaklega í dag út af samfélagsmiðlum þetta er náttúrulega scary tól sko. Þetta er náttúrulega ég var að tala við Binna þetta daginn og var hann alveg super honest við eins og hann er já ég dýrka Binna hann er mjög skemmtilegur og hann var að tala að fyrstu töðunum eins og samfélagsmiðla fólk eitthvað ég hata Instagram en svo hann segir og það var góð punktur á hann þegar Instagram byrjaði þá var ekkert inn á þessu við erum að skaffa efnið við erum að kommenta þannig að ekki skrítið að segja ég hata miðilinn já, það er það þú veist þess að hann sagði líta upp og frekar á fólki í kringu algjörlega en það er ekki alltaf neikvætt en líka sko þetta býr til svo þetta er ógeðslega góð punkti á Binna sko og hann er klár fólk veit það ekki sko guys, ég og Binna erum mjög góð vinir fólk veit ekki hversu ógeðslega klár þessi strákar eru og bara að tala við hann bara þessa hluti og líka bara svona þú veist, hann er brjálæðislega tilfinningagreitur líka, það kemur svo óvart sko en já, þú býst ekki við því að þetta er beinlega að vera eitthvað fucking fyndina snart skilur, fólk er ekkert að búast því fólk heldur þessi gauð sér hálfvitur skilur, líka með við hvað fjölmiðlar eru búin að gefa um a hard time sko, þessi gauð er fucking frábær sko hann er my guy, hann er my boy sko, ok vonum hann hlusta hann á þátt, eða horfa á hann hvað sér þið? Vonum að hann hlusti á horfa á hann hann verður að gera það hann verður að gera að þurfum að tala um hann einmitt hérna, já, en með þennan punkt hjá Binna, er að, þú veist, já, ekki hata miðlinn, þú veist, heldur, já, þetta er fárlega hlutur að segja í rauninni, sko don't hate the game, hate the player já, þetta er sagðan það þannig nei, það pottið sagðan það kemur ekkert á orð, sko þetta er orginal frá mér okay, hérna, já, ok, þú veist, samfélagsmiðlar í heild sinni eru búin að push people to be content creators og present themselves sem er
ekki talent sem allir hafa. Nei. Þú þarft að posta mynd þegar þú útskrifast. Það stressandi. Það setur fólk í stöðu að þau þurfa að gera eitthvað, annars eru þau ekki að taka þátt eða vera til. Og það óþælt, því að sérstaklega fyrir introverts, skilur en geggja fyrir extroverts, skilur sérlega alveg, hvernig karakterinn endurspeglar sig á samfélagsmiðlum og það getur sagt svo mikið hvernig fólk að hafa sig á samfélagsmiðlum. En þetta setur fólk í það óþægilegu stöðu að þurfa að representa sig þegar fólk ekki gott í, hefur ekki áhuga á því eða eitthvað svona dæmi, en það pressa frá öllum öðrum út í allir aðra að byrta eitthvað á, þetta bara svona partur af day-to-day lífun okkar, skilur. Og það held ég ástæðan af hverju fólk kemur þessu upp, ég þoli ekki Instagram, en það bara út í að þú ert smeykur við, deila af lífinu þínu og sýna fólki hvað þú ert að gera eða vera bara opinn, skilur, og það lætur líða óþægilega. Þannig ég skil viðbröð, skilur, og líka bara, ég skil líka bara afstöðunum að fólki, allt efni sem sett það niður, þetta bara yfirborðskennt og ógeðslega þunnt og þetta ekki eitthvað genuine human connection og það það sem pirrar þig. Fair enough, það fair argument, það ótrúlega satt, það engin að, voðalega sjaldan fólk að setja bara the parent stuff þó það sé orðið svona ongoing núna, en hún svona ógeðslega algengt að fólk að vera real og segja bara frá alvöru vandamálum og við opna sig sem allt geggja, skilju, en majority ekki að því, skilju. Majority af content bara, hæ, hérna glansmyndi mín og lífið mitt frábært, skilju. Og því að fólk ekki nóg confident til að gera eitthvað annað en það, skilju. Ég einn af þeim, skilju. Ég á mjög erfitt með að deila persónulegum hlutum, minnst að ekki tala myndaðanlega, minnst það ekki maður bara, hey guys, hérna ég að gera þetta, það fucking gaman, ok, bye, skilju, þetta enda sem nógslega grunnt, skilju. En það líka bara sem ég gaman að gera og gaman að deila, fattur við. Ég ekki eitthvað persónulegur gæði þegar kemur að í þannig, sko. En já, eins og segi, þetta samfélagsmiðlar eru búin að setja fólki óþægilega stöðu og ég skil alveg að fólk bregst við því á þennan hátt og með einhvern skít gagnvart því, skilju. Ég bara held líka að þú varst að tala svona validation frá öðrum, bara samþykki frá öðrum og svona, að því eins og með Instagram, það svolítið vera ítamanni í þá áttin að það betra frá fullt af lækum. Skilur, þú ert að fá samþykki. Algjörlega, og hefur þú séð nýju myndina sem búin að, hvað heitir Social Dilemma? Já, frábær mynd. Já, Binni tölum að þessum. Já, fyrir alla sem að hlusta og horfa á Social Dilemma, þetta mjög, mjög góð mynd, mjög góð svona upplifun og bara bíómynd eða dokumentari hvernig samfélagsmiðlar hafa áhrif á okkur og hvernig þeir eru uppmálaðir til að gera okkur háð þeim á mjög óheilbrigðan hátt, sko. Að sjálfsögðu, interaction, likes, comments, þetta allt ákveðið form of validation or your success í rauninni, skilju. Og það það ógeðslega erfitt, skilju, að vera, að byrta á síðan ógeðslega fái læka á því að líða bara eins og sért bara ógeðslega insignificant little piece of shit sem öllum saman, skilju, að get it, fattur við. En þetta einhvern veginn bara, ég veit ekki, ég orðinn svo ógeðslega vanur þessu, ég get ekki horta á þetta lengur sem bara eitthvað svona Pælar mikið í eins og að þú postar einhverju? Engagementi á lækum og ég er bara búin að fá 130, ég er bara búin að fá 1000 læk en málið það sem þægilegt, það sem ég geri að þetta ekki ég, skilur, ég ekki að posta mynda mér og fjölskyldum minna að chilla, ég að posta my content, my art. Þetta svona efni svo býr til. Já, þetta eins og ef Christopher Nolan, ok, ég ætla ekki að líka með honum. Þú ert eins og Tony Hawk, Christopher Nolan. Ef Christopher Nolan gerur út bíómynd, fólk hata bíómyndina, þið hata ekki Christopher Nolan. Nei, það er góð punktur. Það fattar mig. Þannig að ég í rauninni með bil á það milli. Jú, sjálfsög, og það er ákveð validation sem kemur í gegnum þá, því að þetta er my art form, þetta er my creation og ég að fá acceptance fyrir það er líka ákveð personal acceptance. En já, ég næ einhvern veginn að stíga smá bil á milli, sko, en jú, ég með sjálfa mig í contentur mjög mikið út í ég vil tengja við áhörendunar og byggja einhvers konar relationship út í að mér finnst það skemmtilegt, það er hvernig ég funkar sem manneska. Fólk hefur líka meiri áhuga á efninu eða kynnist þér aðeins. Algjörlega, og það er stefna sem ég tók bara 1 ár eftir ég byrjaði að búið content, sko, ég sagði bara, hey, ég vil tengjast við fólki mitt, ég vil ekki að þau sjáu bara, já, ég vil að þau sjáu mig út í ég vil sjá þau, skilju. En já, þetta er alveg já, sjálfsög og auðvitað, sérstaklega ef maður er búin að vera jafn mikið á þessu í svona langa tíma, þá er maður alveg affected, skilur, meira einhverju tilbúin til að viðkenna, skilur, likes, engagement, þetta er allt, þetta er ákveðið measurement af þínu successi, þó það er það ekki en það er það samt, skilur. Og það er ógeðslega, þetta er ógeðslega hard-minded að lega því ekki að áhrif á því. Og ég flöksu þetta, stundum er ég bara gef mikið spáðu, stundum er með dörullu saman, skilur, og ég er bara svona, fer eftir mútinu mínu. Þetta er svo nýtt fyrir okkur,
Algjörlega, við erum ennþá svona figuring it out sko, og það er svona social dilemma svo góð mynd að horfa út, það er svona bendur manna á, skilur, hvað við erum ennþá bara eitthvað að búa til eitthvað sem við vitum ekki alveg hvernig fer og það er bara að hafa einhver áhrif á okkur og við erum bara eitthvað, þú veist, svolítið mikið bara eitthvað, þú veist, bara walking blindly into something þar sem við vitum ekki, þú veist, í rauninni mjög líklega að hafa slæma áhrif á okkur út í að þeir byggjast upp sem dopamine, þú veist, injections, skilur. Það er ástæður að fólk verður líka fíklar í þetta. Algjörlega, og það er, þú veist, það sem er slæmt þetta, þeir ætta ekki að hafa, svona, þeir ætta hann þetta allt öðru í sig til að vera heilbrigðar, þeir ætta ekki að hann þetta til þess að gera okkur af meiri notendum og vilja sjá meira af þessu, skilur. Það er það sem er, veist, social dilemma kveikti svolítið penna mig, ég vissi þetta alveg, en bara þeir setti þetta upp svo fullkomlega, sko. Það er líka gaman eins og með social dilemma, þó að kannski komið þér á óvart, þá gaman að sjá fólk sem er að vinna í tech-bransanum. Að segja þessa hluti, já. Já, og er bara að segja, og það með þessa veikindi sjálf bara, ég er líka alveg bara stundvört að glíma við að kíkja mikið á Facebook eða Instagram eða, mér finnst það mjög áhugavert. Það er fárlega, þetta er ótrúlega interesting mynd, sko. En það er líka málið með bransa, með business, skilur við, veist. Business er hardcore, ef þú ert að græða $milljónir, þá er þetta hardcore bransi og þú gerir svona þú þarf að gera til að græða hana pening, skilur við. Það er alveg þetta mindset bak við þetta. Þú ert að halda usernum gangandi, hann þarf að nota þetta eins mikið hann getur og því annars erum við að fara að tapa verið samkeppninni. Þetta er vitlaus hugsun. Veist, þú átt ekki að hanna eitthvað til að vera það, en þú gera út af því að það er financial gain, skilur við. Og það er það sem disruptar allt þetta dæmi, skilur við. Það er svona, þú veist, ég held að á endanum þá munum við vera bara, ok, hvað er gott fyrir okkur, þú veist, en ég veit ekki alveg, því að þegar við búum í kapitalist samfélagi, þá held ég, þú veist, þetta er að fara að vera svona mjög lengi í framtíðinni, þangað til að loksins held ég, þá náum við að þróast og vera það velgefið mannfólk að við hugsum hvað er gott fyrir okkur og samfélagi verður meira generated á því hvað er gott fyrir náungan en ekki hvað er hagnar, hvað getur mest hagnast á fjárhagslega, skilur við. Því svo lengi sem við erum þannig sem við erum, það er þetta að fara að vera shitbag of dæmi sem við erum öll að fara að fokast upp á, skilur við. Þetta er mjög góð lokaorð. Það er bara lokaorð hjá. Shit, hvað erum við búin að tala í klukkutíma? Þetta er búin að fara svo. Nei, ég held sem við erum búin að tala örgulega lengur. Nei, hættu þessu. Ég er ekki með klukkuna. Shit, þetta er búin að skemmtilegast um mín í alla vikuna. Ég er bara ógeðslega þakklátur Þú er bara að koma aftur, maður. Ég er mega til í það, sko. Og sérstaklega, svo kannski þegar við byrja að opna almennilega fyrir stóra nýja myndir. Það Black Widow kemur út og Eternals og svona. Getur við komið með bara recap hugmyndir bara eftir hver einstu mynd, ég til, sko. Þú kemur bótt aftur, Alex. Já, takk fyrir það. Það var mjög gaman að fá þig. Takk. Sumleis, gaman að koma bara. Já, bara hrikalega gaman. Endilega fylgið Alex á Instagram, Alex from Iceland. Tjekka mér, þetta er fullt af skemmtilegt dóti, vonandi bara, hafið gaman að því, eða eitthvað, cool, eða eitthvað. Takk hérlega, Alex. Takk sumleis.